náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Var ekki Eyrúnarsson? Eyrúnarsson. Gústi Chef Eyrúnarsson. Já, eða Ágúst Úlfur Eyrúnarsson. Ágúst Úlfur Eyrúnarsson. Yes. Velkomin í Þvottahúsið. Velkomin. Við ætlum að fara svona röffli á stað, sko. Ekkert stress. Jæ, sko, ég þarf að taka af hérna, hvað heitir þetta? Læsinguna. Ég fatt þetta ekki fyrir en eftir mörg ára ég geti tekið autolokki að því að ég er alltaf með innkaupalistan í bónus og hann er alltaf að drepa á sig skilja á 30 sekúndur fresti sko, það er svona ekki vesen sko. Ég vil kaosni. Ég lærði þetta bara að þér hérna. Þetta er orðið svo tæknilegt. Ég veit það, ég vissi ekki þetta var hægt sko. Ég veit það, það er svo margt hægt. Spöðu hvað komandi kynslu að þetta svo setja ég á flymót hérna og svo fer ég hérna í handritið. Vil ég kveikja það? Já, takk. Já, ég er spenntur að prófa þetta. Já, þetta er rauninni bara tóbaksblanda. Ég er að vonast til þess að þetta verði selt eitthvað tíma á Íslandi. Ég held að þetta sé ekki löglegt. En þetta er allavega frítt af öllu. Þau myndi gera þetta ólulegt. Samt er þetta ólulegt. Já, þetta er náttúrulega tóbak. Skiljið. Og svo Gústi, svo ætlum við öskubaka hana, þessu græni. Herðu, Gústi, já. Einmitt. Velkomin í Þvottahúsið. Það er, sko, mini-kokka celeb. D-celeb. Mjög svona vinamargur gaur. Við erum búin að vera svona, við erum búin að vita hverjum öðrum sem vorum bara unglingar. Kærastæðan var með mér í bekk. Já. Og þú varst alltaf svolítið svona hot og vinsæll. Einmitt. Og ég fatt það núna, sko. Þú varst það, sko. Já, ég veit það. Þú leist þannig út fyrir mér. Varst ekki MH? Þar voru allir hipsterarnir með. Já. Þetta er ekki 75? Jú. Þetta var 95, 96. 91. Já, stjók, það er, já, einmitt, 91. Þessi mikrofón er alltaf, Fúsi, við erum eitthvað að skoða þetta, sér þetta? Það er engin mörk. Hann þekkir ekki mörkin sín. Hann er totally limp. Já, hann er svolítið limp. Heru. Sko, já, mini-kokkaseleb, og svona ógeðslega vinamargugaur, út allt. Þú varst svona Twitter stjarna Íslands, eða svona einn af þeim, ekki? Já, svona, já, með ágætis account, já. Eða ekki? Og þú ert svona maður með skoðanir og öllu mögulegu. Var ekki eitthvað svona pólitík og eitthvað svona líka? Jú. Já, ekki? Já, besti flokkurinn. Alveg rétt. Með vinnum þínum, eða ekki? Jú. Og hérna, og svo ertu edrú? Já. Alki og hún að vera að díla við svona fíknivesen og... Búin að díla við fíkn bara síðan ég var krakki. Já. Þannig að við ætlum að fara svona, sko við ætlum að byrja því bara að fara svona þessi söguna eina og einmitt þetta sem leiðið inn í þetta andlega mein eins og oft er nefnt og þráhyggjuna og þetta vesen allt saman og svo þetta síðasta hálfa ár þar sem þú er búin að stimplaði inn í sko. Já, verðum eiginlega að fara yfir svona síðu 2 ár sko, því það er aðdragandinn sem að því, þú veist, það er þetta, þú veist, að endur fór þetta líkama sinn og bara, það var aðdragandinn að því að geta farið að gera þetta sko. Og já, og það leiðir því inn í og það er það sem verður svolítið þemið þáttarins. Ég held að það sem ég er ógeðslega mikilvægt að koma því á framfæri að það var gert fullt af öðru áður en að var hent í sig einhverjum sveppi. Ég ætla að leyfa þér að stjórna þessu bara, en bara hann að komið fram í byrjun þáttar, við erum að fara inn í psychedelics eða ég vil kalla vitundarvíkandi efni, eða ekki? Víkandi efni, já. Þannig að ég held að þú bara stýrir þessu, ef við ekki bara hoppa inn og eitthvað. Ég sé bara ólegunar, ég er bara svo að það er eitthvað sem við bara take it away, sko. Eða ekki, Gústi? Jú. Let's go. Já. Það er bara hvar þú byrjar. Hvernig byrjar? Þú mátti alveg byrja að þögnu og vel, sko. Ég? Já. Hvar ég byrja, hver ég er? Já. Já, við ætlum að hafa þetta svona klukktíma til helst ekki lengur en 2 tíma. Við þurfum líka að sofa. Já. Ég
fæðist hérna upp á ég elst upp hérna upp á Kjalarnesi, elst upp á heimili sem þú veist, það alkoholismi og bara svona ýmisleg vandamál eins og bara víða, en þú veist það var og ég var snemma bara svona hvað maður segja, ég var að hugsa á leiðninga sko, ég var svona rafmagnsbíl og það er svona normal sport og grönnustilling og hann alltaf automatist á normal sko bara sportstillingin? Alltaf sportstilling já, en hann fer alltaf sjálfur í normal og ég var mjög snemma að spotta það að ég væri kannski ekki alveg normal, eða upplifað að ég væri ekki alveg normal sko og ég mjög bara, þú veist, bara stressaður í skóla, lendi snemmi í einelti og svona erfiðri stöðu sko og svo vinn ég mér náttúrulega bara út úr því með, þú veist, ofbeldi þegar ég var aðeins eldri og sterkari skilur, á skólalóðinni þetta var svona Þú veist þá að berja frá þér? Já, þetta var svona frekar trikki í skólanum sko kennari sem ofbeldismadur og svona skrýtnar aðstæður Kjalarnesi svona félagsstaðar svolítið skringilegt og snemma kemur bara svona þú veist, ótrúlegt eirðarleysi, ótrúlegt svona, þú veist, það var bara að kveikja sinu og þú veist, ég og 2 vinir mínir 3 vinir mínir sem vorum í þessu sama sko og höfum verið, fyrir svona 8 sömu lífsöguna sko þú veist, það var bara það var minkabú sem fór á hausinn þarna og hann sleppti út eiginlega öllum minkunum við vorum ennþá að finna, ég bjóð hana 96 og var ég ennþá að finna minka þarna já, sko. akkurat Stöðu minka og svo kom einhver pappin og tók hann til að selja skottið sko. akkurat og þarna var sem sagt, þessi eigandi þess að gjaldþrota minkabú svo grammur út í ríkið fyrir að hjálpa sér ekki að hann sleppti minkunum bara út þannig að það var svona góðsend tíð fyrir okkur og það er hræðilegt segir frá sig, ég var svona 8-9 ára það er hræðilegt, skilja, fólki finnst það hræðilegt ég var bara krakki og bara eitthvað áttu hund sem að fann þá og svo veitum við mink og fórum upp á Brautarholt til Oddvitans og fengum pening sko og kveikja sinu og brjóta og þetta var svona mjög svona fljótt og sykur kom mjög svona snemma og síðan eru við þessi 3 sko drekkum fyrsta skipti sumarið eitthvað En klám mjög snemma sko Hvað var klámið að gera fyrir þig? Klám var bara svona, þú veist, ég man sko fyrsta klám, fyrsta svona sem að ég sá, sem að náði mér þannig, var sko, þú veist, það er svo weird sko, það var sko, þú veist, það var í mannlífi ljóða þáttur þetta Megas, myndskreittur á nöktum konum sko. Þú veist, það var bara fyrsta svona minningi mína, bara svona, wow. Og svo var þetta bara eitthvað að laumast upp á háloft hjá foreldrum vinna og finna klámblöð, það var alltaf klámblöð, skilja, það var alltaf prenti og klám var mjög spennandi ég fór í einhver svona spánaferð með pappa nokkrum árum setna sko og ég var í svona buxum í svona hermannabuxum með stórum vössum sko svo pípa allt á mig sko, þá var ég svona hlemmari og þá var ég fyrir að sjá því í fyrst skipti sko og þá pípa allt á mig og þú veist þegar það var búið að fara ekki inn á vassanum þá voru sko 3 klámblöð 2 einhverjum hnífar og svona 3 sippokveikjarar á borðinu hjá tollurunum á Keflavíkurflugvelli og pappi horfði á mig bara eitthvað wow, þú ert hálfviti sko. Já, vissi hann ekki að því? Nei já, þú veist en þetta fór að koma svona sigur, já, klám mjög skrýtnar aðstæður sko og að tengja sér seinna að ég átti svona upplifanir þú veist, svona kynlífsupplifanir sem var alltaf snemma þú veist, ég myndi ekki misnotkun en svona bara svona mjög brenglað og sem átti eftir að plaga mig lengi sko, þú veist, með öðrum strák sko. Þegar varst mjög ungur? Mjög ungur, bara, þú veist, það var bara þarna á þessum minkadrapsárum sko. Mamma bara skilja, ég flytti í bæinn, þú veist, 12 ára og þá bara kemur ég á Hlemm og þar hitti ég bara ég upplifði sko, þar hitti ég bara fjölskylduna mína í fyrsta skipti, þannig er allt fólkið sko, sem ég er búin að leita all ævi sko bara eitthvað svona rónar og eitthvað svona veist, krakkar sem að voru ekki heima á sér, skilur. Brunarústir og reiður ungi menn. Yes, það var veistla, sko. En þú veist, svona með tíman var ég alveg heppinn og ég átti alveg góð fjölskyldu og það var gripið inn í og þú veist, ég var sendur í vist í Noregs og reynd svona og settur ég aðeins betri, ég vildi fara í þennan skóla, ég var settur í svona aðeins betri skóla og þú veist, ég var svona aðeins handstíðið frá þessu Sam og margir þurfa að gera við sem eiga svona ungling, skilur að þurfa einhvern veginn að handstýra, þú veist, getur ekki stoppað allt en svona reyna aðeins að En þarna varst í skóla upp á Kjalarnesi, eða? Já, í Kleifarskóla, svo kem ég hérna og fer í æfingadeild Kennaraháskólans sem heitir þetta Háteigsskóli Sérst 8., 9., 10. bekk Já, þannig ég svona, þú veist, með sítt hár og hauskúpernalokka og svona þungarokks, eitthvað svona pats á bakinu og jakkanum mínum og kemur í þessa æfingadeild og
eiginlega allir strákarnir voru í sko lífaskalabuxum, bossjökkum og Adidas Torsione strigaskóm og spiluðu fótbolt í KR og ég fríkaði út sko, hvert í anskotanum ég komin þetta ögnum, ég hef aldrei verið hræddur á ævinu og akkurat þarna það var mjög ógnandi sko. Já, hvert ég komin, hvaða fólk þetta og hvað en þú veist, þarna fór ég aftur að ég hafði verið að fótbolt, þarna fór ég aftur að fótbolt þarna fór ég aðeins svona að reyna að vera normal eins og bíllinn minn, sko, þarna fór ég aftur að reyna að stilla normalstillingu, sko og fari þetta að vera það sem ég held að samfélagi vilja ég sé, skil, þetta er svona það er rosa óþægilegt hvernig hann ætla inn í þann og ekki sniðugt til langs tíma fyrir neitt, sko en ég ger það og það er svona heldur mér, þú veist, reyna að fara í mennskóla gengur ekki vel, bara þá ég held ég að vera sko aðra önnun í MH þá fer ég í kostningu til skemmtarnastjórnar og vinn það og er ég skemmtir að í MH og þá átti það bara hugminn allan að halda böll, skilur og þú veist, vera bara og hafa engan tíma til að mæta í skólan og klárar ekki stúdinspróf þar? Nei mann ógeðslega verið sko fyrstur lagningadagar sem ég held sem er svona vika í MH sem er svona þemadagar þá var ég sko fann að drekka og ég hef alltaf verið líka spilafíkill eða var spilafíkill í mörg ár sko og þá hérna skipulaði ég á lagningadag á svona vilda vesturstemming og þá laði ég eðlisfræðistofan undir og fekk hérna Gvend Sveinsson sem var þá var vinur minn til að koma og vera með svona spilavítis námskeið svona tveggjadaga námskeið inn í MH að kenna fólki á rúllettu, blackjack og póker og svona og svo var rúta á degi 2 sem var keyrt niður í ólöglegt spilavíti í Skútuvogi Já, okay. og MH-ingar fengi að fara inn og ég er enda átt að hugsa bara hvernig fór þetta fram í Örnólfi Thorlacius hvernig tókst mér þetta var mjög gott og en ég síðan, þú veist, 18 ára eða þá er þetta bara mikið vesen og ég fer bara meðferð í viðskipti 18 ára gamall? Já. Spilafíkt þá? Við alkoholisma, bara við drykkju og þá er ég bara basically komin á götun hérna í bænum og í þessari meðferð er mér sagt sko ýmislegt og bara margt frábært og þetta var meira áttar upplifun. Þú var að taka dópa og svona þá líka? Já, það var með, já, þú veist, ég kynntist kannabisið til að svona, og það hjálp að því að, þú veist, áfengi var bara svo mikið vesen. Áfengi ekki vesen. Það er rosa mikið vesen. Samt hefur það alltaf verið svona mitt prime fíkniefni, skilur. Það er subbulegt. Það er hrikalega aggressíft og subbulegt og það er svo erfitt bara að drekka einhvern veginn socially, ef maður drekkur mikið. Já, ég er búin að, ég kynnist þetta kannabis og fyrir að reykja það svona til að halda mér aðeins frá sem mest af þessum, ég sé en enda ég meðferð og það er mjög fljótlega ráðgjöf sem segir bara já, þú heyrir svona sögunum mín eitthvað og segir, þú getur ekkert verið edrú hérna í Reykjavík, þú fer bara til Akureyrar. Mamma bjóð þá á Akureyri með systkinum mínum og ég fer þannig til Akureyrar, þú veist, á eitthvað áfangaheimili og þar er ég bara fluttur inn með eitthvað svona harðsvíriðustu dópustum og fyllibittum Íslands bara í svona húsinir á Eyri, mjög fallegu húsi sko. Og það var alveg geggjað sko, þú veist, það var, þú veist 18 ára gamall? Já, þú veist, þú segir það er alveg geggjað, en þetta er samt svona, þú veist, þarna, þetta er svona hálfgett svona burnout sko. Já, þetta er hálfgett failure sko, því þú varst bara eitthvað í mentaskóla. Já. Skilur, þetta er ekki eitthvað, þetta var ekki eitthvað planir. Áfangaheimili á Eyrinni og Akureyri. Nei, þetta var ekki langtíma markmið. Nei, bara alls ekki og hérna, en það var samt eitthvað í mér, svona svolítið eins og ég kemur hlem 12 ára, því ég komin inn í þetta, veist, mér fannst þessi gæjar ótrúlega áhugaverðir. Mér langaði ekki að verða eins og þeir, skilur, en ég var bara mjög forvitin, sko, bara hvað er í gangi hérna, sko. Hét allir eitthvað svona Kartó og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona nickname. Hvað ætla að sé? Hvaða element er það? Forvitnin þessa dökkur hlið mannlýsins. Já, þetta tindóta laðast að þessu tindóta og hvassa. Ég held sko í alvörinu með mig að því að þú veist þegar ég var að segja á það, byrja að segja þú veist að fíknin og þetta byrjaði að koma að þú veist einhvers staðar 7-8 ára man ég eftir því að bara hreinlega bara gefast upp á venjulega öllu, þú veist, bara tengslu mínu við foreldra mína, þú veist, skólanum bara, þú veist, mín aðstæða þá var honum bara, það er allt fucked. Glatað, þetta er allt fucked. En er það bara út
frá heimilisaðstæðum þá? Já, var alveg trikki heima en það var líka bara, þú veist, það var eiginlega verst með að þetta væri líka í skólan sko. Það var alveg, þú veist, foreldrar mínir voru ekkert vont fólk, það var vesen heima en það versta var að síðan, þú veist, í skólan var bara ennþá verra, skilur það var bara svona smá stríðsástand. En veist, þetta er náttúrulega bara, þetta er svona að lýsa, þú ert náttúrulega bara að lýsa ofbeldi gegn barni, sko. Já. Basically, sko, á hálfu fólksins sem á að vera alað upp. Já, og ég ég er bara þarna, ég man eftir því og þetta bara kemur seinna, ég fór í svona áfalla meðferð núna fyrir 2 árum. Þá komst ég á þennan punkt og fann einhvern veginn þetta, skilju. Og mamma hjálpaði mér að muna svona hluti sem ég man ekkert. Ég myndi ekkert að hún hefði fengið taugafálnir á Lækjartorgi þegar ég var 6 ára og skiljum eftir, skilju, og hún fór bara í sjúkrabíl og svo þá bjóði upp í Kjalarnesi og ég stóð þar bara eitthvað 2 tíma og ætlaði pappina. Ég myndi þetta ekki, bara, en 6 ára barn. En það er ástæði fyrir því þú manst þetta ekki? Já, ég bara gat ekki tekið þetta með mér. 7-8 ára er ég bara komið þessa virku hugsun bara, þetta er allt glatað, það er ekki hægt að treysta neinum og það er alltaf hægt að drepa sig. Það er hrikalegt maður. Já, það var einhvern veginn bara There's always a way out. Já, þannig ég held sko þessi heitlast af þessum lifnaði og þessu dóti er bara svolítið svona dauðás sko, þú veist, fyrir mig þú veist, forvitnin allt þetta, mér finnst þetta alltaf ennþá alveg athyglisvert en ég bara veit að bakveða í mér er bara svona eitthvað í mér sem vil bara deyja sem fer þangað sko og ég, bara er allt í nú komin til Akureyrar og ég fer bara í mestu normalstillingu sem ég náði á minni ævi, verið svona frekar svona kristinn og fer bara að vinna rosa mikið, rosa duglegur fer alveg í menntaskóla og fer þaðan í Emma því það var svona flottara og kom svona vaknaði eitthvað svona metnaður í mér en að vinna í eldhúsi hefði alltaf verið svona mitt þing og það er, veist, það er fyrsti staðurinn bara í lífinu, þú veist, að því ég er kokkur sko, þú veist, ég var reyndi í fótbolta ég reyndi þetta, ég reyndi hitt og veist, ég æfði í fótbolta í mörg ár og var ógeðslega lélugur sko. Veist, ég er örfættur en ég er samt verið látið spila hægri bakur því að það var engin annar og eina sem ég hafði var fljótur að hlaupa og svona þokkalega sterkur en ég bara hafði engin tengsl í þennan leik sem ég samt elskaði sko. Mér það geðið veikur og fannst það gaman en ég man einhvern tímann í Vestmannaeyjum skoraði Tryggvi Guðmundsson 4 mörk á móti mér í öðrum flokki þú veist og í 4. markinu sem var eitthvað svona hælspinna í gegnum klofið á mér eftir hotspinnu að þá fekk ég alveg bara svona ég vissi aldrei hvar hann var, allan leikin hann var eitthvað stærðin að vera aftur öxlun á mér og þá ég bara já, ég verði líklega aldrei fótboltamaður en þetta var dítúr sko, þarna bara inn í eldhúsi finn ég fyrst bara eitthvað svona ég er ekki með ADHD-greiningu en allt sem ég heyrt það tengi mig við þetta augnablik að inn í eldhúsi í Jarlinum þar sem ég var á fyrsta eldhúsi ég var að vinna á þar sem bara, ég var nýkomin inn og bara fullt að gerast og allstaðar eitthvað liða að vinna og ég var mjög stressaður en allt í einu bara vissi ég allt sem var að gerast inn í þessu herbyggi bara steikja hamburgara fransk allt þetta dót skilur það bara var skýr í kollinum og inn í eldhúsi er ég þannig skilur ég heyri í potturum, ég veit alla tímasetningar það er bara það er mjög skrítið sko náðargáfa já, þar verður þetta veist, er þetta ekki bara til að það er búið að njörfa einhvern veginn verkefnin niður á okkur svona stöðvar og út í ykkur svona afmörkuðu rými það sem allt er einhvern veginn innan seilingar já, franska lykilorðið yfir það undirbúa matrislu heitir mise en place sem þið allir hlutir á sínum stað já, basically og þú stendur á einum stað og það er allt að gerast en þú veist alltaf hvar allt er já, og svo er það þetta ef ég hef 3 eða fleiri hluti að hugsa um í einu þá verð ég rosa skýr svona, þannig virkar eldhúsið fyrir mig sko. Þannig ég enda með að fara bara að læra kokkin og fyrir að vinna hann á Hotel K og læra þar og er bara svona óbóðslega að reyna að vera eðlugur og texta alveg en þú veist það er svolítið skrítið sko. Ég átti þannig kæristu sem er alveg frábær manneskja sko. Og manni bjó heima á foreldrum hennar í smá tíma og ég man sko þegar ég fór að finna svona tilfinninguna með þeim eins og ég væri svona litla stúlkan með elspýturnar bara eitthvað svona sem ég væri bara, það væri bara svona gluggi milli mín og þessa fólks ég væri í rauninni ekki það var skrítin tilfinning sko
Fannst þér að þú myndir fokka þessu upp? Nei, en þau voru einhvern veginn fyrir mér eitthvað sem ég ætti ekki séns í ekki heima kjarni, einhverja rætur sem þú hafðir ekki já. Því það er þetta að spila hlutverk sko, í smástund það er þetta að henda sér í gallan en ef þú ert ekki svona sumir eru bara established sko. Já Skilur við það er bara, og það, eins og það er rætur sko, og þú veist, ég fór að fá þessa tilfinningu með þeim sko, sem enda með ég fór það sko. Held ég var mikið út af þeirri tilfinningu en svo er þetta að þrauka þetta og einmitt að fara að skjóta rótum sko. að leiða draslina spýra sko. en þá held ég þá þetta vera eitthvað sko. þá þetta vera eitthvað og þá þetta gera eitthvað þetta gera eitthvað aktíft sem ég komst að og þú veist, og það er vinna mín núna sko, þú veist, 47 ára en hérna, svo heldur þetta svona áfram þú veist, auðvitað 18 ára auðvitað, þú veist, ég 18 ára var ekki að fara að hætta að drekka fyrir lífstíð, ég sé það núna þannig að það var, þú veist, ég prófaði aftur og það gekk ekki vel og hætti aftur og svo þegar ég er það leiti, svo er þetta oft svona þú veist, þetta skortur ekkert eina einbeitingu, skilur að þú veist, klára ekki, þú veist, og eitthvað nokkrum mánuðum á þegar ég er að klára kokkin þá er mér boðið með öðrum í að reka skemmtistað og ég bara eitthvað og það sem undanfæra því líka er að þú veist, inn í mér sko er svona rosa mikið svona átakafælni og svona rosa lítill áhuga því að taka eitthvað samtali eða eitthvað eitthvað óþægilegt sko. Þannig að þú veist, gæti vinnuveitnum til dæmis og oft kærustum ég vel líka, að þú veist, vinnuveitnum þá var ég oft með bara svona strike 3 reglu, bara eins og í baseball bara þú veist, ef þeir gerðu 3 mistök sem þeir vissu aldrei af samkvæmt mínum bókum, þá er ég bara farin og allir bara, hvað er Gústi? Hann fór bara í gær og hérna, þarna var svona komið að því og mér er búið að fara í hennar skemmtistað sem hitta á Ráðhúskafi sem var hann á torginu á Akureyri Hvað ár var þetta? 98 Já, 98 Varstu með henni stað áramótin 98-99? Já Hittustu ekki þá? Jú Eða ekki? Jú, þegar Jasper the Vinyl Junkie þá var ég að flytja inn Tommy White var það maður Já, það var Tommy og Freddy Já, rétt Við vorum alveg blekuð hann sko. Á Akureyri Já maður, þetta var fyrsta svona ég var nýbyrjaði með Tínu hann sko. Nýbyrjaði, fórum að það með systir hennar og Ingvar sko. Brjála stuð mann eftir sko, svo kveiktuðu hérna á áramótunum, þá kveiktuðu á okkur drasli í fjöllunum 98-99 sko. Anyhows Þannig fer ég þetta var svona 500-600 mann skemmtstaðar og 2 hæðum og ég var búin að búa Akureyri að því nokkur ár og þú veist, og elskaði hann alveg en það var svona tvent sem voru alveg rosalega mikið í töðunar á mér, það var rúndurinn þessi endalösa árátt að keyra í hringi sko, sem ég finnst alveg og mér er alltaf að keyra út á Gróttu eða eitthvað skilur, en að keyra í hringi svona hefur alltaf verið bara, ég fæ alveg grænar sko. og svo var það tónlistin að þú veist að fara í sjallan helgi til helgi á sálina og þetta var rosa erfitt fyrir mig sko. Hljómar svo martruð Já, en þetta var rosa hroki sko. Ég upplifði að núna þetta var rosa hroki en ég hef líka heyrt að Akureyringar taka oft á tíðum ekkert voða vel á móti fólki sunna. Nei, þeir bara blöffuðust að mér að ég byrja að koma þarna bara 12 ára og margir að halda og heldur bara að ég væri Akureyringur Þangað til ég var komið í rekstur Þátt í break Ég er búin að reyna að fara hana, það er ekki hægt sko. Í alvörinni? Það er bara ekki hægt sko. Já, þá gæti ég að koma í eigin rekstur þá var þetta svolítið vesinn sko. Þegar ég fór í þetta skemmtstað Ég fer bara í þetta og bara fæ bara svona þú veist, bara einmitt plötusnúða Snorri með Sturluson er hérna með fyrirbæti sem heitir Herra Örlugur sem svo setna er hérna Airwaves og er að halda hjartsláttakvöld flytja inn einu sinni í mánuði alls konar plötusnúða í tengsluðu Björk og þær tengingar þannig að alls konar, þú veist, Alex Patterson í Orb og alls konar svona lið kemur til Akureyri að spila og ég bara er virkilega að fíla mig sko. Ég man sko að þú veist einmitt með svona fyrstu helgunum þá var barðivinnun Bengang á föstudegi og eitthvað ensím og súrefni í sjallanum og bara búið að loka sjallanum miðnætti og þú veist, fullt af mér og kvöldi eftir var svo Sálansjóns míns sem var svona erkióvinnurinn og ég með eitthvað þýst hiphopband sem enginn vissi hvað það var og sama gerðið, skilja, bara fyrst skipti ever mætti enginn á sálaball og ég held þetta væri komið, sko
en ég vakna mándagsmótinu við það að það er búið að kaupa húsnæði ofan af mér og á okkur og bara, þú veist, við erum bara búin þannig, sko. Ég var svo næg, sko, ég vissi ekkit leigusamningin eða þannig að ég er svona eitthvað, aftur enn einu sinni næstu því. Já, þarna byrja svona bras, svona 7 ára langt bras, sko. Já, þegar við hittumst aftur, sko, hérna í bænum. Kemur, eða fyrir aftur En þú varstu edrú allan þennan tíma? Já, edrú þarna, sko, já. En einmitt að reka eitthvað svona bilaðan svona næturklúbb, skilur, með tónlist sem akureyringar margir höfðu ekkert heyrt, sérstaklega eitthvað eldri en ég. Og það var bara, sko, þú veist, lögreglan var bara með mig í daglegu eftirliti sem eitthvað fíkniefnabarón, skilur, og ég var rosa hissa en eftir að ég ekkert eins mikið hissa og ég var þá. Ekki hvernig það lítur út? Nei, þannig að já, en ég var edrú og svo flutti Keflavíkur og datt í það eitthvað þar skömmu síðar, sko. Það búið að vera eitthvað svona brölt síðan, varst ekki lengi edrú svo? En svo, þannig ég að drekka í eitthvað svona 7 ár, svo verið ég edrú 2006 og lengi edrú, sko. Já, og þar kom börn líka og... Já. Mörg? Sem ég á? Já. 4. Allt með sama konni? Nei, það eru 3 ár. 4 börn með 3 konum? Já. Vel gert. Það betur með 3 með 4. Er þetta ekkert flókið? Nei, þetta er 4 börn með 3 konum og svona 5 mönnum líka, sko. En er þetta nice menn? Já, ég er rosa heppinn með það. Bara alveg æðislega menn, sko. Fyrsta bassmóða mín sem er frá Akureyri, þú veist. Já, bara þegar við skildum og hún byrjaði með honum, ég var bara, yes. Já. En hvernig samband áttu við bassmæðunar? Ég á frábært sambandi fyrstu og upplifi að sambandið við þá sem ég skildi núna við fyrir 2 árum er að heilast mjög mikið, þannig að okkur gengur vel í dag. Bassmóðunum með 2 eru alltaf mjög erfið samskipti og ég næ ekki alveg einhvern veginn. En er það líka, er það eitthvað sjálfgefið? Nei, alls ekki, kannski er það bara það, sko. Já, einmitt. En hérna, það þarf alveg tölverða vinnu og hérna og einmitt, sko, eins og með bassmóðina sem ég skildi við fyrir rúmum 2 árum, þú veist, það var mjög ljótur og leiðilegur skilnaður, var mjög ljótur og þarna eru dottið í það aftur. Já, þarna þess að 2000 snemma eins og 2014 ég er búin að edru í einhver 8 ára eða eitthvað fer ég í brjóstlasakir ég slasast á jetski á pollinum á Akureyri því ég er svona tvítur er þetta stökku á jetski eða gera svona heljarstökku á jetski og einu er að lendi á steini á kafi sem að skefi mig að jetskinu og ég meðum á bakinu en ég fatt ekki að sé eitthvað alveg þegar bara aftur í vinnuna og svo bara klukktíma seinna fyrir í sjúkrabíl og síðan þá er ég búin að vera að berjast við þetta brjósklós og fer ég aðgerð út af 2009 sem var fínt og svo fer ég 2014 og eftir hana byrja ég að nota Parkotin Forte og er bara svona rosa opinn með það og bara svona og ótrúlega analýstrikt á því hvernig ég nota það bara, þú veist, viku í einu allir vita, 2 klukkan 8 á mótnana 2, þú veist, bara eftir klukku út af því út edru kall út af ég er þannig og ég bara þarf að veit ég þarf að passa mig og er bara fer í þetta ógeðslega meðvitaður og ætla bara en kódin er ekki þannig sko. Mér finnst þetta alveg vonlaust drögg sko. Það er það en þú veist en meina, þegar þarna einhvern veginn það er líka með fyrir að vilja það skiptir engum máli sko. Það er eitthvað fluff, bara eitthvað piff. Já, það er mjög óþægilegt og, já, maður verður svona húðaður einhvern veginn húðaður, dofinn, áhugalaus astnalegur og þetta er svona, bara svona ógeðslega hægt einhvern veginn fer þetta veist, ég heyrði svo oft einhverju svona gamlingja í ákveðnum samtökum eða svona síðan fór ég að vera að segja eitthvað svona ef að skip fer frá Evrópu til Bandaríkina og er 1 gráð út af leið endar það í Suður Ameríku svona, ég alveg, já þetta var mjög mikið þannig sko. Ég var svona 1 gráð út af leið og þú veist frá 2014 hægt og rólega til svona 2018 er þetta alveg svona hægt og rólega að svona vatna undan mér
kótin er bara svo vonlöst verkelif líka til langs tíma það eikst svo mikið þolið það hættir algjörlega að gera það sem það á að gera þú þingist eða grennist en ég mínu til því þingist ég bara jafnt á þetta því ég er bara einmitt í einhverjum hjúp að horfa á Netflix eitthvað þú veist ég er alveg í vinnunum minni og sinna, ég er ekkert eitthvað já þú veist ég er svona þannig sé að fungera alveg svo er þetta orðið bara mjög slæmt og já 2017 er ég að byrja svona að reyna að stoppa þetta og fer í bakskóla og Jósef Blöndal, þú veist að reyna að finna einhverja aðra leiði til að díla við þessa endalösu bakverki og sem að, þú veist, þessi bakskóli á Jósef var frábær, sko, það er bara, þú veist, það er eitt svona klárasti maður þjóðarinnar, sko. Bakskóli? Já, hann var semst á Stykkishólmi með sjúkrahús og bakskóla og bara, hann er bara svona expert í þessum málum, ótrúlegur. Og ég fer í hann og, já, þetta er 2019, já, þetta er 2019, þegar ég fer í hann og í framhald af því hætti ég kótinni, bara alveg cold turkey og bara, þú veist, sem var eftir að ekki góð hugmynd. Hvernig var það? Það var bara hræðilegt, sko, mjög vont. En ég meina, er það ekki bara samt góð hugmynd? Eða veist, ég meina... Jú, það var það gerast, en ég hefði átt að vera nógu mjög til að biðja hjálp. Þarna var ég ennþá að vera edrú, og það var það sem skipti mestu máli, að einhver vissi að ég var edrú, þetta er basically að deyja á einhverju lifi flest allt í einu persónleika svona byrjaði bara svona að gefa sig. Já, ég segi, var það ekki bara eitthvað svo margt ýmislegt annað sem bara átti eftir að fara í gegn? Jú, algjörlega. Svona bursið frá lyfjum og öðru, þetta er bara eitthvað þroski. Já, það er enda rétt, sko. Þannig, og það verður til þess að svona 6 vikum setna dett ég í það, svona, þú veist, eitthvað svona alvöru, bara drekk í fyrst skipti í öll þessi ár, sko. Og vaknum úr því bara eitthvað, what? Þessi furðulega hissa. Ég fer beintinn á Vog, svona, þú veist, teka ábyrgðaði þýleiti og byrja bara aftur. Samband mitt við basmóða mína náði einhvern veginn aldrei að læknast aftur. Nei. Og við erum í ráðgjöf og eitthvað og við, það enda með að ég síðan sko byrja þarna vorið á eftir í svona vaktavinni í kokknum í fyrsta skipti í mörg ár, hefur verið að reka mötuneyti og verið í svona dagvinnu mikið og fer þarna í svona vaktavinnu svona alvöru og eftir svona fyrstu svona helgarvaktina mín í nokkuð mörg ár þá er ég alveg svona hakkaður í bakinu, mann var ammæli dóttur minnar á mánudinum og ég var að drepast í bakinu allan daginn og ég var bara, og þarna var þetta orðið þannig sko að þú veist kvíðin og ég er svona almennt ekki með mikið kvíða en kvíðin sko minn heilsutengdur að verða aumingi og get ekki, þú veist, skaffað og redda börnunum mínum og síða mig sjálfur og þetta og þarna á þessum degi mitt, á ammælinu hennar var mjög leiðilegt að þá hellist þetta kvíð og þunglindi yfir mig og ég er svona að reyna að þrauka þetta og svo á miðvikudaginn fyrir vinnun og ég er alveg að sálast og enda með að fara på sjúkrahús og það er einhvern veginn þá er að búið að ganga frá í allar tölfur setja eitthvað svona, eitthvað fyririldi held ég þar sem að settin bara ekki gefa þessum manni kótin eða eitthvað annað og ég fer í einhverja myndatökur og sitta þinn á og ég myndi tala við alla sem ég á að tala við skilur og sitta þinn á stofu þegar kemur hjúka inn með sprautu og segir má bjóða þig morfín og ég bara já og það enda með því að ég á þannig aftur 2 daga fall á þessum lyfjum útskrifaði með eitthvað sem heitir tramadol sem á að vera rosa gott fyrir fíkla er það bara alls ekki allavega minni reynslu og ég á mjög slæmt svona 2 daga svona verkjalyfja fall sem enda með að sambandi springur sko og bara mjög illa sko og að ég var að tala um að náðan sko innst inni vil ég bara deyja skilur. Það er bara eitthvað þegar þetta er vaknað þá bara er það þannig sko og ég þegar ég ranka við mér upp úr þessu þá skoða ég bara, þú veist, ég man ekkit eftir nóttina og skoða ég bara pilluspjöldin þú veist og ég getið eitthvað eins og 80 tramól og 100 tramól töflur og einhverju 20 sætölur hann nóttina Shit. Já,
Just þól algjörlega absúrd þól og líka bara ég man ekkert eftir ég man ekkert eftir að vera eitthvað svona suicidal eða eitthvað en ég get ekki eða séð annað en að þessi maður hafa ætla bara hvað en ég bara ekkert fyrir einhverja heppni þú veist, sopnaldri, þegar þú sopnar á svona skamti þá derðu sko þá hættir þú bara að anda og þetta er bara búið þannig að ég neginn vakna daginn eftir og svo er ég bara þú veist, komin út 2 dögum setna bara á dínu hjá vini sko Drefast í bakinu? Þú veist, drefast í bakinu en þú veist, ég held áfram að vinna ég man sko, ég var að gista hjá hann sem vini og ég var að koma og þetta var ógeðslega erfitt, ég fekk ekki hitta stelpurnar mínar og þetta var bara svona mjög brútal og allt í lagi, þú veist og samt ekki og eitthvað, eitt skipti er ég að koma heim til hans og ég man það þegar brunin var hann í Vesturbænum hann á Vesturgötunni var þar Bræðraborgarstíg já, Bræðraborgarstíg já og ég sat, þetta var nýjum miðbæ ég sat, sá bara reikinn sko í vestur í bæ og kíkti í síman og þá sá ég að vera auglýs eftir vini mínum sem er búin að vera með mér lengi í þessu sama ferðalagi og vissi instantlega að hann væri dáinn sko. Og það já, hann er bara týndur það var auglýs eftir hann að leita á hann sko. svo finnst hann þetta já og með þess að þarna bara nokkrum vikum það fara rosa margir svona bara á mínum aldri og fólk sem ég þekki sko. Kannski er að því ég er vakandi fyrir því en rosa oft í mínu lífi, þú veist, ég var 15 ára þá var það einmitt svona bróðir vina mín sem að framdi sjálfsmorð þannig eitthvað svona að vera suicidal meira minna alla æfina en sjá svona oft hvað gerist hefur bjargað mér frá því að klára það og þarna einmitt satt ég bara eitthvað sá reikinn, vissi að það væri fólk að deyja þarna og svo sé ég bara að vinur minn er búin að drepa sig bara búin að taka sér deyja líf og það var svona augnablikið sem ég bara, ok við öndum og í maga, við stöndum upp og við höldum áfram það er setningin einhvern veginn bara anda og í maga standa upp, halda áfram finnst þér eins og að byrja þarna svona einhver svona vegferð þarna í bílnum bara byrjar bara eitthvað sem þú er aldrei upplifað áður ekki svona nei þarna fer ég bara, þú veist, þarna verði ég alveg rétt af eftir fæ ég íbúð svona tímabundið og svo haustið íbúðina sem ég býi núna ég fæ einhvern kraft sem ég geti ekki alveg skilgreint sko, öðruvísi en einhverja svona venjulega andlega vakning ég fæ bara svona dræf og ég fæ sín á hvað ég þarf að gera ég er að vinna á Kaffi Vest og ég er bara það er lokað aldrei sem meðan daginn ég er út í sundlaug í pásunum minni og ég syndi á hverjum degi í svona 1,5 mánuð þegar byrjaði sko, ég var 115 kíló ég var í alvöru að deyja sko. ég var bara í psykosomatísku ástandi af lyfjaáti og bakveiki og ég var svona bara við döðans dyr upplifi ég fer upp ég gæti synt svona 100-200 metra þegar ég byrjaði, það var mesta sem ég gæti og svo var ég bara komin eftir mánuð var ég bara að synda 1-2 kilometra á dag og bara ranna með smjörið og fann svona já það mér er að líða betur og allt sem ég hafði heyrt og lært hjá Jósefi þannig sem bakskóla 2 árum áður allt í kviknaði í haustum á mér allt sem hann sagði mér að gera allt, og þetta bara einhvern veginn og þaðan fer ég síðan upp í einmitt og ég er síðan í þú veist einhverjum samtökum ég er hjá þerapista og ráðgjá ég fer í áfallameðferð ég fer ekki ennum æskuna mína bara í einhverju svona að ég man ekki eins og hvað þetta heitir ég man ekki hvað þessi aðferð heitir en við förum í gegnum þetta allt saman og áföllin og allt dótið og bara þú veist bara finna litla gústa og hvernig þú veist út frá hvaða punkti er ég að taka ákvarðanir sko þú veist út frá hvaða litla barni eru hvaða dysfunctional punktum út að taka ákvarðanir já, hvaða reaksjónir koma frá 8 ára strák sem að innst inni er eiginlega búin að ákveða að drepa sig en hérna og fer þaðan sinni upp í Reykjavík með maður og byrja í þreki þar sem er bara svona fjölbreytt svona ketilbjöldu þrek og þú veist síðan ég hætti fótbolta og þá hafði ég verið að leitast til að fara eitthvað svona í world class og eitthvað og ég bara gat þetta ekki þetta var bara og
og það sem er með mig svolítið bara svona eins og þetta með eldhúsið og það sem ég kann á mig er bara að þú veist, ég verð svo lengi sem ég náttúrulega ekki skaða en annan en ég verð bara að gera það sem ég elska skilur. Það er þannig dræf í mér að ég get ekki farið inn í eitthvað tækjasal og eitthvað svona reynda að mótivera mig í eitthvað, mér finnst alveg gaman að lifta sko, en ég eitthvað svona, ég get það ekki ég hef ekki getað það ég reyni að segja ekki lengur ég get það ekki það virðist ekki vera neitt það er bara virðist ekki vera neitt sem ég get ekki sko, en hérna ég fyrir þetta frek og það bara gerist furðulega hratt ég er samt í alvöru þannig, ég er að gera magaæfingar í fyrstu vikurnar og ég er að guppa upp í mig bara í annar hverju magaæfingar í alvörunni sko. Ég var bara ælandi og inn að baði ælandi og bara þetta var hrikalegt sko. Og ég veit ekki, ég heyri það eitthvað ég veit ekkert hvað ég heyri það, kannski bara í höstum ég heyri eitthvað að þú getur meira en þú heldur þú getur meira en þú heldur og ég bara hélt þannig áfram og þetta var eitthvað svona 10 manna hópur yfirleitt alltaf sama fólkið og þetta var bara ógeðslega gaman og erfitt Þetta er bara sóló þú bara lausu og já ég fann að hitta börnin og já, svona fljótlega eftir þetta var ég hitta yngstu stelpunum mína 2 sko, sem ég á með bassmáminn sem ég skildi við núna en það er erfiðara með þessa eldri sem ég á með bassmáminn með 2 en við hittumst alveg en svona það er erfiðara já, ég er bara þannig eitthvað að lyfta einhverjum ketilbjöllum og þú veist að vakna til lífsins sko og svo voru alveg svona atvik líka þetta sumar sem voru mjög öflug sko, veist, ég einmitt bara stutt eftir í skildum þá var vinnur minn að gifta sig einmitt vinnur minn sem ég vinn með og er bara og hann var að gifta sig og ég var bara eitthvað, oh my god ég bara, tíuvill er ég ekki að nenna þessu það er að fara eitthvað brúðköp, veit fólk ekki að ástin er lygi eitthvað svona bitur en ég finn eitthvað leið til að drulla mér ángað og fer að í miðju brúðkaupinu er ég eitthvað svona að horfa börnin hans og hundin hans í fötum og konun hans hann var ótrúlega glöð og það bara byrjar svona eitthvað þú veist að bara eitthvað svona skrúts hjartaði mig byrjar eitthvað svona bráðna bara þetta er nú frekar fallegt svona ég pæli því sko. Svo enda ég með að þetta ræðu þar og ég svona eitthvað já þarna eiginlega vaknar svona smá nesti á þessu svona tilfinningarsviði eitthvað sko og svona samkennd já samkennd og það er alltaf í gegnum samkennd ég plataði mig í brúðkaupið með því að sækja bróðir hans og fara með hann ángað ég, þú veist, það er þú veist kennarar þú veist kennarar eru með rosa léleg laun sko en ég hef alltaf hort að kennarar bara þið hafið það langbest þú veist launin ykkar eru örglega glötuð, ég veit ekki ég veit ekki eins og hvað kennarar er með laun ég hef alltaf heyrt bara síðan ég ætla kannski ekki að fara í hvað ég vil laun en þarna ég hef það drullu gott já, en ég hef akkurat og þetta er bara geggja starf sko ég vann 5 ára leikskóla sem kokkur og það er í alvöru besta starf sem ég haft að æfa þetta er ekki framlega neitt bara eitthvað að vera til staðar og bara svona fiskur og kartöflur og þú er hendur svo þú fáir ekki njálk já, og segja manneskjur bara eitthvað vera meist á lífinu sko algjörlega maður vinnum með börnum, konum það var það sko 5 ára í Hallastefninu þannig að 2016-11 var einmitt svona bara inn á kaffistofu með konunum og hlusta bara það er ótrúlega holdt það er ótrúlega holdt það var rosalega holdt það er ákveðin endur forritinu því sko það breytti mér ógeðslega mikið það er rosa fátt sko sem er breytt meira en akkurat þær konur en þú er þannig að fann að taka sjálfnaði bara eitthvað í nefið endur forrita já og er ég þessari áfalla meðferð hjá henni hjá þerapistanum og rekst á alla þessa punkta, alla þessa triggerpunkta mína í æfinni, þú veist, áttar að þetta finna þetta með mömmu og alls konar dót og það var sárt og athyglisvert og mjög erfitt og er ennþá, þú veist þetta er alveg ennþá þarna, ég sigra þetta ekki sko, en ég veit núna cirka hvað þetta er svo bara held ég áfram í alls konar andlegri vegferð og fer svona að taka eftir fólki kringum mig sem er að gera hluti sem að mér fannst svona athyglisverð ég lifaði þessu samfélagi rosa lengi og það er alltaf eitthvað svett og ég meina þegar ég kom í þetta þegar mamma var í þessu því og unglingur þá voru sko peningakeðubref og Mansjúriusveppurinn Mansjúriusveppurinn sem er bara hvað er það, kombucha
þá var allir með það í einhver svona glerkrukku ég man að mamma með þetta glerkrukku mér finnst það ógeðslegt svona stór kvelja svo mamma drekk þetta ég bara, þú veist, þetta er ruglið sko. Og lesa Mikael fræðinn og vera eitthvað og mér finnst það svo glatað sko. Þannig að ég fór í Jesú þá en þú veist, þannig að ég hef alltaf verið að sjá þetta samfélag en vera upptekið af alls konar hlutum eða leitandi fólk mjög skemmtilegt fólk, leitandi fólk og þannig bara í kringum mig fara að vera fullt af fólki sem að þú veist, bæði mikrodósa sveppi þú veist, fara eitthvað ayahuasca ferðalög og þegar maður segir mikrodósa þú þennst að tala smáskamta þar sem þú þá vanalega tekur kannski 1 til eitthvað x grömm að sveppu með þannig að þú kannski að vinna með 0,1 til 0,3 daglega eða 5 sinni, hvernig sem fólk gera það er mismunandi, það er oftast 5,2 eða eitthvað svona og fólk bara farið að gera þetta út allt í kringum og ég alveg svona fólk í svona edru samfélagi já okay. Og ég nálega aðrilsvert enn eitt atriði sem að enn einn sveiflan fylgist með þessu og fyrsta svari mitt og ég kom fyrsta röddin mín gagður ég bara alls ekki Af hverju ekki? Af því að sko inn í og nú ætla ég ekki að álasa S.A.A. eða neitt en inn í meðferðabatteríin og inn í ákveðnum fræðum með samvætið fíkn sem hafa verið ríkjandi í rosa mörg ár síðan bara fljótlega eftir seinna stríð að þá er alið á þeirri hugmynd að basically inn í mönnum sé eitthvað bara skrýmsli sem vakni við bara hvað sem er Já og sem að einhver hlutar rétt en voða lítið svona pælt í og þegar maður svona þannig að inn í mér var bara þetta ef ég snerti eitthvað að þá fer allt á hliðina Má ég lesa hann smá texta? Já sem það er svona viðandi svona staði í samtalenu Það sjálfsögð Sko, þetta er 1,5 mínúta, 2 Sko, þetta er algjört tabu innan 12-spora samfélagsins sem hefur með fíknisjúkdóm að gera það er meira þess að svo mikið tabu að reynt hefur ítrekað að gera lítið úr eða véfengja sögulega staðarendir tilraunir stofnanda A-samtakana sjálfan Bill Wilson og hans yfir áratugulöngu tilraunir með góðunum sínum og metsölu höfundi Aldous Huxley þá með LSD Fyrsta trippið hans Bill Wilson fór hann í umsjá lækna, þetta var í ágúst 1956 í Kaliforníu í spítala umhverfi ástæðan fyrir þessu allavega svona svo sem var gefinu upp fyrir þessu fyrsta trippi var fyrst og fremst að komast aftur í þessa andlegu reynslu sem að verður fyrir 14. desember 1934 þetta er þessi reynsla sem talaður í þessum A-fræðum sem Já, 1934 er hann er á Towns Hospital undir áhrifum efni sem heitir Nightshade sem er mjög hættulegt Já, því það kemur fram sko, veist, þessi reynsla, hún átti sér stað án efa enda lýsingar hans trúverðugar en það sem kannski ekki fylgdi sögunni í þessum fræðum og í bókum var að hann var þegar hann var að þessu reynslu aðnjótandi var hann á sínum 3. degi innlögn og einnig á sínum 3. degi í svokallagri Townes Lambert Cure sem innihélt annars, þá 2 mjög hugvíkandi efni, belladonna og henbein. Þetta er svona plöntur sem valda miklum vímuáhrifum eða hugvíkandi áhrifum sé það tekið í réttu magni. En áralanga tilraunir hans á LSD voru til þess að komast aftur í þessar reynslu sem og að vinna bug á eða finna leið á að vinna á alvarlegu þunglindi sem hann hefði þjáðst af þessi fyrstu 20 ári í öllum sko. Þunglindi sagði hann þó aldrei hafa horfið alveg en hann náði að finna sér leið til þess að sjá það í skýrara ljósi og lifa með því sem þýddi að það misti mátt sinn verulega í lífi hans. Fyrsta skipti sem hann trippaði á LSD var tekið upp á filmu en þær upptökur eru vist glatar en manuskript var tekið af upptökunni og það fyrsta sem hann sagði þegar áhrifin fór að kikka inn var fólk á að hætta að taka öllu svona alvarlega. Sér þetta ekki fyrir þig? Wow.
og sko, alveg viðeigandi skilaboð til okkar sem lifum og hræðumst í ótta við pólitíska réttrúnað, við óttumst að vera dæmd fyrir að samræmast ekki því sem fjöldinn segir okkur. Þetta er svona smá innlegg, sko, því að, veist, þú ert þarna. Þetta er sagan, sko. Já, en það er búið að kenna mér þetta, þú veist, maður sem sagði mér ég gæti ekki verið edrú í Reykjavík og þyrfti að fara til Akureyrar. Það er búið að kenna mér það frá bara mjög snemma að það væri bara svona fullt af, þú veist. En þér var aldrei sögð þessi saga? Nei, það er enda nokkuð mörg ár síðan að mér var sögð hún samt. Já. Og ég man, sko, það voru hérna einmitt einhverju svona frömuðir frá Bandaríkjunum, svona eldri kallar. Og ég var eitthvað að spyrja á því og þeir voru bara svona, viljum ekki tala um þetta. Já, ok. Af hverju ætli það sé? Að þetta er bara eitthvað óþægilegt og það er það, skilur, þú veist, þegar þetta svarir í mér fyrst, bara nei, alls ekki, þá er það rétt svar fyrir mig. Og einmitt núna í dag þegar eru eitthvað svona fram og tilbaka þá er ég, sko, alls ekki að fara að rífast eitthvað um þetta eða andmæla einhverju sem öðrum finnst um þetta. Já, því það er nóg tækifærum til það, sko. Já, en það er bara svo mikið óþægilegt, það er bara... En hvað gerist? Hvað ferðu að gerast? Hvað ferðu að gera? Ferðu að smáskamta? Þetta er, já, sko, það er svona rúmt áraðna sem ég er bara að fylgjast með þeim sem ég sé í þessu. Ég fer að mæta á kakókvöld til fólki sem ég treysti. Og kakókvöld eru? Bara svona kakóseremoníu, það sem er hist og... Það ríkir einnig svona eitthvað svona mýta eða miskilningur og ekki bara eitthvað inn í eitthvað tólspora félagskap heldur bara svona almennt í fólki að fólk virðist einhvern veginn setja það undir sama hatt eins og að fara í eitthvað vitundarvíkandi ferðalag sem það er alls ekki. Nei. Alls og kakó, ekki bara dans og samtal og kakó. Jú, það er svolítið það er ásetningur, oftast er rúndunum þannig að það er hringur, ásetningur drein spil eða hvað sem er, skilur og svo er kakó og svo er dans og söngur, sko já, ég fór að mæta á svoleiðis ég var að mæta þannig hjá vinkonum mína og svo þið fyndið, sko, því að þú veist, hún veit hver ég er og svo kom að því stundum þegar það voru svona laugardagskvöld og þetta var svona partí að þá kom að því að, sko, að það fólk þar fékk sér sveppi og þá var það tilkynnt og þá var sagt sérstaklega nema Gústi að ég var svo harður á því að það var ekki að fara að gerast Sérst í þessum hring? Já. Okay. Og hvað var fólk að fá sér allt svo mikið magn? Bara lítið, sko. Gramm eða eitthvað? Valla það, sko. Okay. Og ég og bara allt í lagi svo gerist það, sko að sumari 2021 er ég bara í Sundi og hitti svona vin sem ég þekki 20 ár síðan kom að labbandi í pottin og ég bara, kemur hann þá er þetta samtal, veit alveg svona, bara, vissi bara nokkurn veginn og svo er bara eitthvað allt annað samtal og þetta, hann er bara mikið breyttur bæði bara svona í andlitinu og hvernig hann talar og hann ekki sýnir mér áhuga og ég bara eitthvað, wow, hvað er þú að gera? Og þá fyrir hann að segja mér þetta sé það sem hann búin að gera að víkka andlega svið sitt með hugvíkandi efnum og ég bara, wow, frábært ég held sér svona viku setna að fyrir ég bara út að hlaupa og það er ég búin að vera að æfa mikið og þú veist, finna einmitt ástina í lífi mínu sem er jiu-jitsu glíma sem er, það flettast svo inn í þetta, sko, að þú veist, 97 sé ég hana í fyrsta skipti þessa glímu og bara fell algjörlega fyrir þessu og er búin að langa að gera þetta síðan aldrei þóraði út af þessu bakveiki, sko. Svo núna bara, fyrir 1,5 ári byrjaði á því og hef aldrei verið illt í bakinu síðan og einhvern veginn er komið með eitthvað svona ástríði í einhverju íþrótt ég er núna 947 ára, sko og ég var að skráma Evrópumótið í jiu-jitsu í janúar og bara þú veist, að þessu leiti þekki ég mig alla, sko og það er ótrúlega mikið partur af öllu öðru síðan þetta líkamlega power ok, ég fer út að hlaupa og það henta mér ekkit rosa vel sem hreyfing en ég geri það því að það bara, ég þarf það líka og hleypa ykkur svona 5 kilometra og gera eitthvað bara eitthvað svona Facebook status eða eitthvað sem fer á eitthvað svona
verður rosa stuð og einmitt Facebook status sem var svolítið þetta sko, þú veist, hvernig ég væri búin að endurheimta heilsu mína og líkama minn og endur forrita líkama minn bara, við erum eitthvað að tala um það og bara vinu minn, æsku vinu minn sem við erum bara búin að vinna síðan 5 ára eða eitthvað sem sko massa góður hlaupari og var nýbúin að klára hengilin þannig og posta, þú veist, mynda því að fá 70 like eða eitthvað og hann hringdi bara gaur, hvað í gangi bara þú gerir þetta og svo bara 700 like og ég bara, já, sorry og svo fyrir við að tala saman og tölum saman í fyrsta skipti, þú veist, við höfum alltaf verið svona aldrei hitt almennilega á, þú veist, aggressífu hvernig eitthvað svona, keppni testosterón, bara alveg frá byrjun bara frá hann krakkar sko þú veist, ég var öfundsjúkur út í hímalkallana sem hann átti, sem hann fekk frá pappa sinum í Bandaríkjunum og alls konar svona dót, skilur bara svona ótrúlega svona, við höfum alltaf verið bara mjög svona petti við, allavega ég ætla ekki að gera honum upp neitt og við bara tölum saman í klukkutíma fyrst skipti í eiginlega æfinni sko og það sama, hann að gera þetta ég er bara eitthvað, wow smá skamtar þetta í júní 2021 og ég er bara eitthvað, wow, ég geti eiginlega ekki hunsað þetta já, smá skamtar og síðan eitthvað svona önnur ferðalög í eitthvað svona stjórnuðum aðstæðum eða eitthvað og en ég fer ekkert að staða svo ég bara á æfingu síðasta haust, bara í september þá pikkar einn vinur minn í mig sem að þessu og við erum ekkert að ræða það, hann bara pikkar í mig og segir ef þú ert ekkert að pæla í þessu talaði mig og leið mér að sína þér og ég bara, já, frábært þetta í september svo gerist það að kemur, veistu, ég einhvern veginn svona bara svona andlega og líkamlega á rosa góðum stað og finn ekkert svona rosa mikla þörf til að gera eitthvað mikið sem reyndar oft hættulegasti staður minn í lífinu en að þá kemur upp mál sem bara svona gríðarlega erfitt mál bara, og svona erfitt að díla við og þetta poppar upp í hausnum mér í febrúar þessu ári ég hef sambandið hennar vinn minn og fer til hans og hann sýnir mér þetta og já, ég fer heim og byrja á þessu bara að prófa áfram hvort þessi 0-1, 0-2, 0-3 það er svona eitthvað fyrir mig sko og ég fer og æfi mig í að rauninni gera ásetning af hverju ég er að þessu yfirleitt í hvert skipti sko og er það ekki svolítið mikilvægt? Það er bara, þú veist, í stærri ferðalögum og í því að nota þetta er sett og setting rosa mikilvægt og í því að smáskamta fyrir mér er ásetningurinn eitt svo mikilvægasti ásetningurinn og að vera með einhvers konar faglegan aðila sem veit hvað þú ert að gera og þótt þú sért bara í smáskamtun? Já, ég myndi mæla með því fyrir alla og það er eitthvað, þú veist, þerapisti þú sért einhvers staðar í einhverju vinnu já og myndur þú segja að þetta þyrfti að vera sem að sé að vinna með sveppi í smáskamtun myndur þú segja að það þurfa að vera þetta er einhverju uppskrift eða er eftir að bara svona dúka til sko áhuga maður er heitt svona 5-2 eða 4-3 eða... Já, fyrir mig var það 5-2 en bara þá altså 5 dagar á og 2 dagar já, bara virkundum með ekki helgar eitthvað svo leiðis en bara það er svo margar útgáfur og svo mikið að fólki gera alls konar að ég hef eiginlega næstu enga hvað var þetta að gera fyrir þig? Já, svo byrjar þetta, þú veist, á svona 2 vikum að þá kemur eitthvað svona já, það kemur eitthvað svona skýrleiki í hugsun þetta sem ég lýst í eldhúsinu fyrir að verða meira bara svona konstant að ég er mjög svona öran haus og mjög svona viðkvæman líka þú veist þannig að alls konar áreiti getur bara breytt tilfinningum og stemmingunni en bara eins og þið sáu þegar ég kom inn og svo sjá þið núna ég er búin að breytast einhvern veginn að ég er svona stemmingsmaður en þannig að skýrleikin á því verður mikið betri bara og svo þetta sem ég sagði þetta confrontation dot, þessi ótti minn við samskipti að hann minnkar alveg rosa mikið
og hann ekki farinn, alls ekki það ákveðnar svona dominant einhverja ákveðna manneskjur sem geta kallað þetta fram í mér að ég svona hika en almennt bara í vinnunum minni í samskipti við basmaður við börni mín líka er ég bara svona mun skýrari mun og þið finnst það koma sem sagt í kjölfarið á ég fann það koma að því sko og svo þú veist eftir 2 vikur er ég að fara þetta er svo lifandi og ég man þetta svo vel núna af því að ég var bara að ræða þetta við basmóðu mín daginn af því að ég var að segja henni þetta skilur að eftir 2 vikur fór ég að hitta hana og fórum að fara að hittast á fund þetta erfiða mál og ég var alveg vel stressaður sko og fer og kem heim og vinni, tek mikrodósskandi minn og ég gerði alltaf eins setti ásetningin, tók skandin og svo fór ég svona... Og ásetningurinn var hver til dæmis? Það eitthvað lendó? Nei, ásetningurinn gat verið skoða peningamálin ásetningurinn gat verið mér langar að opna hjarta mitt meira ásetningurinn gat verið það var alls konar spurningar mín lífið, það gat verið sykurinn sem hefur alltaf verið erfiður fyrir mig það bara en yfirleitt var ásetningurinn bara þú veist gerði mig þannig að ég geti verið að gagni það var svona grunn ásetningurinn gerði mig þannig að ég geti orðið börnunum mínum og öllum sem mig þurfa að einhverju gagni og viðbót reyndar án þess að ganga á mínar eigin tilfinningar og það sem ég hef hjálpaði mér að hafa raunin bara þessi gerði mig heilan gerði mig heilan og ég gerði þessa venjulegu rútínu og ásetningur þá var bara please, þú veist, get ég farið að hýrt það sem ég á að heyra og bara svona og bara eftir þrein taka frá mér minni 8 og svona og svo rekst ég upp í rúmi alltaf svona huglega og ég dotta eitthvað í smástund kótein er alveg, ég veit ég mjög margir sem heyri þetta og þið síðan á dópsíktættina kótein er ekki djók sko. Veist, það tekur allt það tekur kynkvötina, þú veist, lífslöngunina þið langar ekki að lifa en þú meikar ekki að drepa þig heldur og svefnin er glataður og draumar hverfa alveg þú varð hæðatregðu og síðan endur það bara með endur og niðurgang þetta er frábært líf og mér var ekki búið að dreyma á þessum tímundi var mér ekki búið að dreyma í svona 5 ár í þessum 10 mínútna blundi dreymdi mér svona 3 mánuði allt fólkið sem var viðkomandi þessum erfiðleikum sem ég og basmaður var í allt bara og ég vaknaði og bara fór að hitta hana og mér búið að dreyma potently og bara yndislega síðan sko. En dreymur okkur ekki alltaf ég heyrt það svo, ég dreymir að ég allavega ekki mun að dreyma að því að remsefnum maður var horfin og flesti draumandi koma þar sko. Því svo mikil úrvinnsla sem er í gangi hérna þegar maður séu, sko. Úrvinnslan er það sko. En hún er flest í djúpsefnum og ég var bara ekki með henni djúpsefn þannig að já og svo þú veist já og svo gerist þetta ég held þessu mikrodósi áfram sko og þetta er bara já þetta er furðulegt sko samhliða bara veist, öllu þessu edru stöfi já og en ekki, fórst, en hvenær ferðu svo það er skrítið að ég var alltaf að pæla í þessu að því að rétt áður en sonu minn elsti fæðist og ég hafði ekki notað sveppinut oft en því ég hafði gert það og fannst það gaman en oftast ég gerði það hérna svona í einhverju jammi í gamla daga en þá var yfir þetta fyrsta sem gerðist þegar ég hætti að vilja áfengi bara það fannst mér mjög undrarlegt þá sko ég man þetta svona hróarskjöldu sem ég þú veist, var á þessum sveppum og bara hálftíma setna búin að drekka stanslaust í 4 daga og bara hálftíma setna bara nei ok, nú ætla ég ekki að snerta þennan túborg nú langar mér bara í vatn og ég upplifi og bara mjög margir upplifa svo ég búin að kynnast fólki og sjá hvað er að gerast í þessu hérna mikið meira
að ég upplifi að með því að mikrodósa að hafa sveppin inn í kerfinu að þá ítir hann svona dóti í burtu sko. Ég var bara að tala bara við minn í gær sem er nýbyrjar á þessu, hann bara býtu og það þarf ekki eins og ásetningur, það er bara allt í einu þú veist, hann bara eitthvað ég geti ekki drukkið kók lengur bara þamba kók alla daga sko. Alls konar svona, svona kemur með þessu sko. En hefur sveppurinn eitthvað svona sérstöðu ef þú berð þetta saman við öll hin efnin sem er verið að nota því nú líka að tala um ayahuasca og innihaldsefni þá DMT þar að tala um þetta búfó sem ég þekki nú ekkert eitthvað rosalega vel, meskalín eða peyote svo er talað um LSD og svo er talað um MDMA og það er talað um ketamin og ég held að ekkert sem ég veit meira af allavega en þetta er alveg nokkuð mörg efni en hefur sveppurinn eitthvað svona sérstöðu hvað þetta varðar svona, þú veist, getur verið að mikrodósa og vinna svona með sveppin svona okkur svona umhverfisvænan hátt svona hvað varðar svona að vera í daglegu lífi og svoleiðis umhverfisvænan? Já, það séum við, þú ert ekki beint að ert að mikrodósa LSD, ert að mikrodósa meskalíni og ert að mikrodósa ketamíni ég hef ekki eftir meskalíni og ketamíni en þú veist, fólk er að mikrodósa LSD í svona dropa formi sko og þú veist, einmitt og þú veist að það verður alltaf svona rosa skýrt að tala um það að þegar fólk er að mikrodósa þá er það að taka þannig skamt að það finnur engin áhrif. Nei, er það ekki, veist, í rauninni leiðu út farin að finna fyrir altså beinum vímu eða hugvíkandi áhrifum þá er smáskamta fræðin farin út í gluggann. Já, það er mjög lítið eftir að smáskamta það því að þegar ég fór heim þá var þetta 0,1, 0,2 og svo prófið 0,3 og í 0,3 fann ég svona tingling, svona kitli í líkamannum og svona tökjari byrjaði að bregðast við og ég er svona, ok, 0,2 er minn mikrodósskamtur. Og er það misjandi eftir fólki? Já, mjög misjandi. Ég er ekki að misjandi eftir náttúrulega líkamsþyngd en svo er það líka það sem kemur manni mest á óvart sko, að þú veist ég er alveg 90 kíló það sem kemur manni mest á óvart er að sko, það er mest misjandi eftir í hversu opinn og hreitt þú ert Já, altså þú vilt að meina að því hreitni og því opnar sem þú ert í minni það skamturinn að vera Já, er mín upplifun sko í þessu, ég hef alveg lent í því að bara svona mikrodósskamtur sem hefur engin áhrif að þegar ég er alveg bara svona ofsa einhvern veginn með kannalan alla opna og hjartað einhvern veginn að það er lent í að vera bara ok, þetta er nú svolítið ok það kemur nú óvart sko, að það kemur alveg fyrir sko, en það virðist vera fyrir mig allavega og ég hef ekki tegn inn að rannsóknir um þetta. En hefur smáskamtað einhverjum fleiri efnum? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. En þú hefur verið að fara þá, þetta hefur hlýtur að hafa farið með þig eitthvað. Já, svo hef ég farið á stærri ferðalög í sveppa. Þú veist að taka, hvað er mikið magn, stærra magn? Það er bara misjæmt sko, svolítið eftir í hvað sett og setting er sko. Ég bara, þú veist. Og hvernig veit maður það, skilur? Maður les eða maður sækir handleiðslu til fólk sem kann þetta og fer í bara svona seremoníu sem er stjórnað af. Sko, er það ekki rétt skilja hjá mér að eins og með, ef þú segum að vinna með sveppin, þú ert alltaf með hennan glugga sem heitir kannski 6-8 klukktímar og magnið í rauninni er aldrei að lengja tíma áhrifana, heldur í rauninni magnar upp áhrifin bara. Já, ég meina, hvað er það sem að, veist, hver er munurinn á því að setjast niður og taka 1-2 grömm eða setjast niður og taka 6-8 grömm? Því þetta eru tölur sem ég hef heyrt, sko. Já, 4-8 er algengt tala sem ég heyri varðandi ferðalög. Og hvað gerist? 8 er reyndar alveg rosalegt, sko. Hvað gerist? Og get ég ódósað að sveppa? Nei, ekki. Getur ekki bara myndi taka hérna bara urlast? Það er bara 50 grömm af sveppum og bara geta þetta bara Þú getur fengið í magan sko, það er efni í svefnum sem er mjög illmeltanlegt fyrir líkamann og fyrir, ég get ekki ímyndað mér sjálfur að taka 50 grömm. Myndur þú fara bara eins og Lucy, maður þetta myndinni sem hún bara breytist í eitthvað svona quantum, bara universal tölvu bara. En það sem gerist er auðvitað að lýsa, þú veist, þú ferð fyrir mig fyrsta skipti sem ég tók stærri skamt en micro var bara
og ég var bara mjög heppinn, ég mæla ekki með þessu eiginlega sko, en það var bara svona, það kom eitthvað sem að, þú veist, allir mér rosalegum sásöka og ég var bara af hverju Af hverju hvað þá? af hverju þetta með mér svona, skilur, einhver segir eitthvað Já. og ég bara eitthvað miður mín af hverju þetta svona og svo fór ég bara heimti, það var fyrst skipti, þá fór ég heimti mín, tók ég mitt 1 gram Einn? Ok. og svo sat ég bara með þessum sásöka í 4 klukktíma Og hvað kom út úr því? að Fórstu ekki í náju? nei, en ég fór bara í þennan ótrúlega veist, ég er búin að elska Trent Reznor síðan ég var 15 ára og sérstaklega eitt lag sem var reyndar sett í þegar ég var 17 ára og ég fór bara í þennan ungling sem er bara svona ótrúlega samfærður að sásökin sé eitthvað bladi blað skilur og höfnunin sé endalaus og ekkert skil, veist reyndar sko þegar ég kom hinum þá er samfærum ekkert skiptið máli núna hérna megin er ég svona alveg jafn samfærum ekkert skiptið máli en út af því að allt skiptið máli eða svona, já það skiptir ekkert máli hvað fólki finnst það skiptir ekkert máli hvað þú ert að gera hver þú ert þú veist það skiptir ekkert máli eitthvað reyðu við þig ef þú gerðir ekkert af þér, skilur Þetta var að meina að þú hafir farið inn í eitthvað sem heitir sko þá ótti við álit annar manneski Já, ótti við bara höfnun og sásöka og að, þú veist, að það væri bara eitthvað lykill í mér að það væri bara að segja eitthvað við mig og þá væri það bara staðreind Já, ég skil það væri bara að segja, þá væri það bara, Fannst þér þessi skilningu koma í þessu sólóferðalagi? Já ok, ok og hann endaði að ég hlusta á þetta lag svona 4 sinnum Já og ég hef ekki getað hlusta á þetta lag síðan Nei ég hef það einu sinni bara var hálf flökurt sko. Ok og það sem gerir þetta lag þetta var hérna Hurt sem að síðan Johnny Cash gerði alveg ódöðlegt skilur og þetta er alltaf verið svona lagið inn í mér sko sásökin sko þess vegna að ég var að segja og svo hissa ég meiddi mig í tattúum daginn ég er alltaf notið þess að fara í tattú sko ég er að upplifa sásöka á allt annan hátt en ég hef gert það sko. Tattú er vesen sko ha? Tattú er vesen Já, á að vera það en þegar maður er búin að vinna við að skera og brenna sig alla ævi þá er það svolítið afstækt þetta er eins og að vera að skera og brenna sig bæði í einu en já, þetta var svona óhefnilegt ferðalag sem ég mæli ekki með fyrir neitt en þetta skilaði þeirri niðurstöðu að ég bara svona sá já. En ég minna, myndur þú mæla með einhverjum ferðalögum fyrir eitthvað til að byrja með? Nei, ekki einu sinni sko Skilur hvað við? Nei, hvet engan og mæli ekki með Nei En ok, núna þetta er stuttur tími sem að þú síðan þú fórst í gang með þetta þótt að sé búið að vera langur aðdragandi Já eins og þú segir, þetta er ekki einhver vagn sem þú hoppa bara á eitthvað bara svona Nei. En síðan að þú byrjaðir á þessu þá ertu búin að fara þarna í sveppinn og svo ertu líka búin að kynnast öðrum efnum Já, ég fengi að prófa Viltu ekki telja þetta bara uppsnöggast? og við getum setja henni til miðnætti sko og farið í einhverju einustu reynslu sko og það er kannski við þurfum þess kannski ekkert Nei. Ég fengi að prófa nokkur efni og nokkra svona seremóníur tengdar þeim og verið ótrúlega heppinn með það og þau eru ég ætla ekki að vera að telja þau eru upp þú taldir þau upp á þann og þau eru öll, kannski gerir það þau eru öll svo ótrúlega ólík sko þau eru í þessum hópi psychedelic sko en sko grunn bara munurinn á þeim er ólýsanlegur sko samt lýsanlegur já, ég fór fyrsta svona annað en sveppur sem ég fór í var peyote San Pedro og það var 9 klukkutíma seremónia og ég var allan tíman eitthvað á maður ekki upplöðu eitthvað og ég fann aldrei neitt ég drakk hennan kaktus og ég fann eiginlega aldrei neitt sko og dansaði kringum eldinn og bara það var mjög magnað en í 5 daga eftir þá fann ég sko þið sjáu það náttúrulega hérna miklu en ég fann hérna svona
frá hjartanu eða plexusnum og alveg niður í maga tilfinningasviðið mitt vakna í 5 daga eftir opnun og það var alltaf bara svona já og ég fann bara eitt gott sem kom út úr því sko, eða sem gott dæmi að ég fór að taka, ég átti svona erfið samskipti við pappa minn núna síðust ár og svo fann ég bara á þessum 5 dögum fór ég að finna fyrir hlutum í mínu fari sem ég hef frá honum sem ég elska og hvað ég elska hann mikið sko. og út frá því einhvern veginn á þess að gera neitt merkilegt bara út frá þessari reynslu samband mitt og föður minn byrjað að læknast en þú vilt meina á þessu svæði sem oft svona kannski að tala það sem svona í tengslum við tilfinningalíf og annað þarna situr hjólinn og þau eru einhvern veginn blokkarið og stípluð þú meina að þarna hafi bara komist einhver hreyfing á einhverju orkusviði sem er ekki mælanlegt með tækjum ég upplifði það og þarna losnar og ég fann það mjög skýrt en var þetta ekki sásökafullt? Jú, mjög óþægilegt og ég fann það einhvern veginn svona lag eftir lag bara hérna niður í maga sko. Þetta lítur að hjálpa þér líka, þú lítur að finna mikinn mun þá alls og bara í glímunni líka upp á að geta hreyfigetu svo það weirdnessið sko að sko ég er búin að vera með kviðslit í tæft ár var ég aðgerðuna fyrir 3 vikum ég æfði ekkert í vor í júli var ég orðin eiginlega að því að þetta að byrja að æfa og byrja að hreyfa sig og ná valda á líkamann sínum og finna íþrótt sem þú elskar bara getur ekki verið án orðið svo mikið partur af lífið mínu að þegar, ég meiddist aðeins í fyrra fekk skrúa þetta sauma með ég mátti ekki glíma í 2 vikur þá fekk ég pínu panik og ég fór bara að deadlifta og aldrei gert það, fór bara deadlifta þetta er aldrei þungt og allt í var ég fann að deadlifta 200 kílóum og og núna var ekki búin að æfa í 2 mánuði og það er mjög erfitt til mig ég finn bara, þú veist og það er ekki beint svona kvíði og þunglindi það er bara, þú veist, ætlar og aftur þetta er bara einfalt ætlar og aftur að enda í sófanum þetta er náttúrulega tráma sko en ætlar aftur, skilur, þú veist en aðalatriðið að mér finnst það svo gaman og mér líður svo ógeðslega vel þegar ég æfi en það séu við, þetta er rauninni tráma sem kemur upp sko þegar þú sérð fram á að þú gæti mögulega orðið farlama sko aftur, ég hef lamast sko af þessu brjóstlosi, ég hef rankað við mér på spítala með puttana lækni upp í rassinu mér langar ekkert að prófa það aftur en og okkur að tala um það hreyfing þessi hreyfing og svo fer ég aftur núna í júli og núna búin í 2 mánuði og á þessu 1,5 ári sem ég er búin að vera að æfa þetta ég hef aldrei náð svona framförum í þessu dóti ég spóði að glíma bara eitthvað að hlunkast á okkur gaur bara eitthvað að þú ert með allt blokkera tilfinningasvæði það er fakt á það hlýtur að örfa líka að virkja þessar heilastöðar sem eru í samhæfingun og þetta því sko en á sama tíma svo ertu með svona vitlýsingar eins og Conor McGregor sem er með vaðandi dead issues og allt mögulegt og alveg handónýtur hann fer þetta bara powerinu spáðu hvað hann væri öflugur en hann væri bara tengslu við eitthvað auðmýkt þessi maður og hann væri ekki svona mikil alki hef ég heyrt það lítur þannig út en ég meina peningar breyta fólki og maður er auðvöld að sitja hérna en mér langar að fara aðeins inn í sko því að nú, maður heyrir sögur frá fólki ættbálkum eitthvað í Suður-Ameríku og svo Norður-Ameríku frumbyggja Norður-Ameríku og svo heyrir maður einhverju liði sem er að tína sveppi í Mexíkó og veist þannig að þú ert með okkur svona ákveðnum svæðum þá ertu með einhver ákveðin efni í gangi og það eru kannski einhverju sjaman með 2000 ára reynslu og það er eitthvað svona hefð og þú kannski ert í einhverjum ættbálki, einhverjum hóp og þú kannski ferða í 1 til 2 ferðalög á ári og allt eftir svona brýnri þörf og svo ég meiri þess að heyrt þegar sko varandi ayahuasca sko þá var það ekki einu sinni sjúklingurinn sjálfur sem drekkur seiðin heldur sjamaninn sem fer svo með sko þulur yfir þér og læknar þig með því að dæla í þig prana en hann er að drekka seiðin sko veist, þetta er allt eitthvað svona út frá eitthvað svona bara mjög löngum hefðum og bara eitt efni hefð fyrir einu efni í einu
og það sem að mínir sko, fordómar kikka inn sko, það sko og segi þetta bara hreint út, nú tekið því sem dæmi, það liðið hálft ár og ég veit að þetta gerist ekki einni nóttu en þú hoppar á okkur vagn og ég búin að sjá þetta svo mörgum öðrum stöðum svo bara farið í þetta efni, það vilt sveppurinn eða ayahuasca og svo farið í þetta svo prófa maður þetta og svo var ég að prófa þetta og svo prófa maður hitt og kannski fleiri en 1-2 skipti á hvor efni sem segir mér að sko þetta rými sko fyrir úrvinnslu nummer 1 bara að ég myndi halda lítið og nummer 2 af hverju að blanda öllum þessum efnum saman, er það ekki illa skilvirt, er það ekki ill skilvirt ætti maður eins og þú sem í þessu ekki bara fókusa á eitt efni í mjög langan tíma og hafa þetta rými á milli, fattur hvað við og nú spyr ég bara síðasta svona spurningin áður en að ég tekur bara boltanum aftur þú maður hvað gerist ef þú siglir 1 gráðu of langt til hægri eða vinstri sko. Hver segir þú sérst ekki komið þangað núna sko. Hver ásetningurinn, það er alltaf að tala um ásetning en hver ásetningurinn ef að eins og Lilja Sif sálfræðingur sem komin til okkar talar sko, hún sagði bara sjálf fólk sem að fara í seremoníu eftir seremoníu kannski mögulega ekki að vinna heimaunna sem felst í úrvinnslunni á milli athafna ertu ekki á hálum ís ég trúði mér, það er alveg tilfinning sem að þú veist, og ég upplýði rosa mikla ásökun þegar þú segir þetta, nei ég er alls ekki ásökun en þetta poppar upp það verður að velta þessu og hér eru að velta steinum sko. og vá hvað ég er búin að hugsa þetta oft en einhvern veginn var hann búin í sig Jónas með hana? Já. Má ekki reykja restina hann? Ég er líka með eina sem ég kláraði ekki alveg ég hérna Nóa Jónas sem mínir en aðra menn já, næst, takk ég hérna það er þessi ég hvað ég segja, ég hugsaði þetta þú veist hvað ég á við? Já, ég hugsaði þetta, ég var bara að hugsa þetta síðast í dag já, hvað varst að hugsa? bara með öll þessar upplifanir og er maður ekki líka vanvirða og sveppurinn er komin fyrir mig já. Er sveppurinn komin til að vera einhvern veginn partur af lífið mínu já, þú finnur það ég finn það á stað en er þetta ekki líka bara þetta ekki bara íslenska ayahuasca skilur við? Já, ég hef ekki farið í ayahuasca til dæmis en ég veit það ekki, ég veit ekki það en þetta hefur á Íslandi sko þú hefur sveppin á Íslandi já, þetta er okkar öldungur eins og það er kallar öldungurinn í þessu sammingi og það er sko þú veist að skoða sveppi bara heilt yfir er náttúrulega bara svakalegt sko þetta sjá og lesa og veist, hvernig þeir líklega komið hérna fyrst hvernig þeir líklega, þú veist, jarðvegurinn er búin til að þeim mér þess að Eckhart Tolle talaði þetta bara fyrstu blaðsíðan við bókinni Ný jörð talar hann sko að lýsa þessari atburðarás þegar að fyrsta líf sprettur upp úr jarðvegi að geggjur lýsing altså bara fyrir það var ekkert þetta er geggjur lýsing sko. Það eru bara rætur og eitthvað samskiptanet sko, svo bara eitthvað svona The World Wide Web ég er að lesa bóknum sem heitir Entangled Life og þar er hún einmitt á kaflan sem ég var að lesa hún síðast var hún að lýsa sko minn var í Perú í svona rannsóknarbúðum fullt af svona vísindamönnum í einhverjum svona kampi og allir voru rannsaka alls konar og hún var rannsaka sveppi og mjög og neðajarðar og samband þeirra við plöntundar í regnskóginum já, við allar plöntur já, við allar plöntur og hún finnur eitthvað albínóa blóm og er bara í marga vikur að skoða þetta blóm bara, þú veist, það ljóstilífar ekki það vex þarna skóabóðinum svona ótrúlega fallegt blóm og hún bara, og já, það er í samskiptum við sveppin eins og allar plöntunar en hún næri ekki að finna að því að þegar sveppurinn er að vinna með plöntunni þá er hann að fá sykurinn sem verður til eða gróflega, sykurinn og það sem verður til við ljóstillífin, orkuna það er skiptidýlin sko. En hún bara finnur ekki neitt sem þessi planta getur gefið sveppinum sko.
hún endar sko, þessi vísindamaður endar að fara á LSD-trip hjá einhvern læknum í Sviss og það var bara svo pyrruð yfir þessar spurningu sko. Og kemst það í það? Og hún segir sko, í þessu trippi kemur bara að því að í rótarendunum kemur sveppurinn skýst inn í rótina og hún lýsir því að sko, hún segir í þessu trippi komst ég að því að líklega er það eina sem að sveppurinn er eftir þarna er þessi tenging að skjóta sér inn í þessa rót það sé bara eitt og sé nóg tengingin og ég bara, wow, ekki að það rýmar svo rosa mikið við það sem helstu fíknifræðingar og aðrir og fólk sem er að hjálpa fólki með önnur andleg vandamál sem er kvíði, þunglindi eða geðsjúkdómar það rýmar við það nýjasta í þeim málum í heiminum í dag Tengslarófið og þú veist, Guðum veit að það er mitt versta og þá erum við ekkit bara og ég byrjaði að lýsa því já, þá heldur ekkit bara að tala ytra tengslaróf, also þá tengslaróf með fólkinniðinu heldur líka bara eitthvað innra tengslaróf eitthvað rof það sem við andan ekki rétt? Jú. Eða Guð ef fólk vil kalla það já það er æðislega bók sem við höfum leysið rosa mikið sem að segir svo geggjaða setningu sem er djúpt í sálu sérhversmanns býr hugmyndin Guð og aðeins þar er hann að finna sem er rosalega potent setning fyrir mig sem er svona eiginlega í grunninn guðleysingi eða veist því svona en já, aðeins þar er hann að finna og þetta að en hvað er þetta búið að gera fyrir þig? So far þú átti ekki einu svona að geta svara þessari spurningu sko. Það var svona stjórnmálamannarsvar sem við fengum þú spáir í því maður á ekki einu svona að geta svara þessari spurningu Nei, og ég get ekki ég lýsti þessu þannig í byrjun með smáskamdótið það sem er búið að gerast annað er svona þú veist ég er búin að eiga svona stórkostlegar upplifanir og sem eru bara svona þegar ég sé það þá er ég bara amazed en á augnablikinu ég sé það þá er það sjálfsagðar og eðlilegar og ekkert merkilegar ég er ekki að líta úr þeim en það er bara svona sekundu amazement bara svona undrun bara og svo kemur bara já auðvitað finnst þú að vera þarna áður? Já allt saman það er allt saman þannig sko. ég var að segja þetta um mömmu daginn sko. Hvað segir mamma við þessu öllu? Hún bara fyrir að gráta bara þú veist, hún var hjá mér í 2 vikur í sumar með stelpunum og hún er aldrei séð mér svona sko. En þú semst að ég tek ekki svo mikið eftir þessu og er ekki svo mikið að pæla í þessu en þú semst að koma út úr skápnum með þetta allt já það hvað fyrir þetta á internetið? Þetta fyrir en ég meina þú lítur að koma hinga þegar þú ert búin að tryggja þig á þessum stöðum sko. Þú veist það sem ég meina þú lítur að vera búin að afgreiða þín mál í þínu nánastu umhverju áður hún kemur hinga já foreldrar veit þetta basmaður veit þetta óttastu ekkert að vera dæmdur það eru miklu fordóma sko ég held að ég held ég að vera dæmdur fyrir mikið verri hluti en þetta hingað til á æfinni þannig að þú veist ég satt fyrir í klámblaðum aldamótin sko hvað sér? Ég satt fyrir í klámblaðum aldamótin já, næs, hvað blaða það? Það voru ekki mörg klámblað nei skilur já, dæmdur mér er alls sama sko þið eru drull já, það er gott þið eru rosalega drull sko kemur eitthvað svona, ætti ég eitthvað að pæla mér í því en nei. En veistu eitthvað hvað þú ert að fara með þetta? Ég er að finna það sterkar og sterkar þessa dagana sko. Og aftur eins og sagði þessi efni og allt þetta dót og fara endalaust ég skil alveg þá spurningu og þetta raðaðist upp fyrir mig og ég var ótrúlega gæfur ykkur að fá að prófa einhver svona hluti en sveppurinn er komin til að vera í lífi mínu sem bara, þú veist
Finnst þér eins og ætlar að setja hitt í hliðar? Ekkert af einhverju offorsi ef það poppar upp eða ef það eitthvað en svo líka annað sko, með þess að við vaknað sko, öndunin mín hefur breyst. Já. Ég var að hugsa það með í dag, við vorum í svona hjónabandsráðgjöf eða svona sambandsráðgjöf, ég og barsmóður mín og konan sem var með ráðgjöfuna mér til mikils pirrings var alltaf að tala hvað ég andaði vitlaust og ég þurfti að laga öndunina mína. Tók hún eftir því? Já, fór einhver rosa í töðunar hann, ég andaði grund, ég stoppaði að anda, þetta var hrikalegt sko. Ég andaði grund með munninum og ég stoppaði stundum bara. Þetta er náttúrulega merkjum bara geggjaða streitu sko. Já. Og núna ég bara að anda ég held að sé bara nefinu eiginlega alltaf niður í magan og einhvern veginn, þetta er bara ótrúlega breyting og þú veist, það er svo margt búið að breytast þú veist, en síðan er ekki í mér þannig að já, það komið til að vera sveppurinn hjá mér. En hvernig ætlar að haga því, veist, ætlar að vera í svona einhverju kerfisbundnum smáskammta fræðum eða ætlar að fara í einhverju svona seremoníur eru kóru eða ég er kerfisbundið í smásköndum og síðan er ég alveg opinn fyrir einhverju ef eitthvað kemur upp ef það er í, það er alltaf sett og setning og ef það er, þú veist að ég er, þú veist, sko það sem allir þessir sem ég hef hitt segja, sem einmitt, koma allstaðar á heiminum og koma með eitthvað lyf þeir ítreka alltaf we are the medicine þetta er bara eins og sagði með ayahuasca, það er algengt að sjamanin tekur eini sem tekur hann er eini sem tekur ayahuasca. Er hann ekki bara að tala um boðefnin þín? Hann er að tala um boðefnin þín. Hver? We are the medicine. Hann er að tala um boðefnin. Akkurat, þetta er allt inn í okkur þetta er allt inn í okkur og tilfinningarnar og allt þetta, við getum læknað okkur og ég er einhvern veginn búin að vera að vakna til lífsins með það sjálfur áður, sjá til áður en ég fer ég tek líka minn fyrir rúmlega 2 ára og breyta hann ég fer í þetta byrjaði miklu fyrr einmitt þið er unnið til þess að gera líka mann hæfan til þess að fara inn í þetta. Já, þannig að þú hefur mögulega sprungið í loft upp. Hefði ég bætt sveppum í það að vera 115 kíló og líða og stilla það hefði ekki farið vel. Nei. Þú hefur skvest út alla veggi. Akkurat. eins og þarna feitikallin í Monty Python sketsinu. Já, en það hefði bara ekki farið vel. Nei. Þú veist, nýkominn úr einhverjum hræðilegum skilnaði eitthvað, please ekki, ég er ekki heldur að mæla með að gera þetta, en bara ekki gera þetta þegar húsið er brennandi og þú ert kortir í að fara að gera þetta, skilur, eða eins og mín þú veit kortir í að bara drepa þig. En núna þekki ég það á eigin rauna þegar maður fer að díla við eitthvað svona dót sem að fólk þykir spennandi, eins og ég nú reynslaði með varandi CBD og hamp og annað að fólk er stöðugt að setja sig í samband við mann og biðja ráð og hérna, hvað finnst þér og nú er ég að spá í þessu og nú er ég að spá í hinnu. Hvað gefur fólki ráð í þessum efnum? Og eins og ef fólk er að hringja þá, veist, edruleið og svoleiðis. Já, Hvað? Nei, ég held ég sé alveg nokkuð strangur að gefa ekki ráð. Ég segi bara, ef fólk er að spyrja þá segi ég bara það sem ég var að segja ykkur. Þú deilið þinni reynslu. Það sem ég upplýði. Og það þarf ekki endilega að passa við þig. Nei, ég veit. Það er ekki líka bara hárrétt. Það er líka bara hárrétt. Já, það er eins og ég er bara kokkur, sko. Ég er bara lærið matistlmaður, ég er ekki mentað að skiptir það eitthvað máli? Mér finnst að skipta svolítið máli en ég hef reynslu af þessu núna einhverja og einhverju svona, þannig að ég tek alveg á móti fólki og tala við það um þetta og svo meira bara tala ég við fólk sem ég get lært af, sko, eða reyni það svo sko óna þetta hef ég síðan verið að prófa, ég held að sé 1,5 mánuði síðan ég fór í eitthvað sem shamanic breathwork. Já. Og ég fór í það skeptískur, bara eitthvað 3 klukkutíma, til að byrja með 3 klukkutímar, ég bara nefndi eiginlega ekki að þetta var 15 skvöldið mitt eins og núna, ég nefndi eiginlega ekki að 3 klukkutíma í það, það var svona,
svona bara hugur minn svolítið. Er þetta svona öndun og halda andanum niðri inni? Já, ég fer sem þetta í þetta og hún leiðir okkur inn í þetta og þetta er mjög svona aggressív öndun og mjög hratt og þetta er svo erfitt. Þetta er svo leiðinlegt. Þetta er leiðilegt og ég var bara var alls ekki einhvern veginn mótiverað í þetta. Nei. Og hafði ofboðslega litla trú á að þetta væri eitthvað að fara að gera eitthvað merkilegt. Algjörlega án nokkurs fór ég á eitthvað svona ríkalegasta tripp sem ég upplifði á ævinni. Allt svo bad. Nei, gott, bara mikið, öflugt, en rosa öflugt. Ég var bara dýr og alls konar sko. En þú veist, en hún kemur inn á þetta, mannstu eftir Berglindi Rúnarsdóttir, hún var að tala um DMT öndun sko. Þegar þetta byggja upp í þessar öndun sko, þessum taktið þá þetta gerir þú þrýstir upp, mynda þrýsting í mennvögunum sko, og þetta fer upp í heilaköngur og þar eru ofur boðefni sko, það fer að kasta þeim út sko. Þetta er bara kundalini activation. Þetta er það sem hipparnir voru að gera. Þegar þú horfir á Woodstock myndina, ég bara myndi það núna þegar ég var en þetta er náttúrulega bara boðefni sko. Já, en ég myndi það eftir þessu atriði að ég var alltaf að elska Woodstock, ég var alltaf haft svona tilfinningu og ég ætti að það hafi verið þar sko. Og það er einn hippina, þau eru bara í bara út á túnni, þú veist, þeir eru ekki tónleikar, það voru í þessu og svo sem var að leiða það var bara it's just a perfect way of scoring without having to pay any money or doing anything og þá er það bara að skjóta upp mænin á sér bara með þessari öndun allsælu áhrifum. Ég var á námskeiðum daginn, þá var þetta með tekið sko í lokin. Þetta var sko á námskeiðinu það var svona öndun á námskeið eitthvað. Þetta var samt mjög mild, en það var alltaf svona aggressívar og aggressívar eftir þess að leið á. Og þetta var mikið bara svona mjög venjulegu fólki. Fólk var svona feimnu fólki, fólk sem var ekkert eitthvað endilega búin að vera mikið þannig eitthvað í þessum geira áður sko. Og ég man ég lá hann í lokin sko og ég nefndist ekkert rosalega mikið að ég svona svolítið þóttist bara að vera að þessu sko en ég var alveg bara að brosti út af eyrum sko, ótrúlega mikil gleði. Og svo það sem gerðist, hann var líka að spila tónlist, svo fóru allir að gráta, bara allir hágrátandi að inni. Nema þú? Ég þurfti ekki að gráta, það var þess að ég fann, ég þurfti ekki að gráta. Því ég er búin að vera þarna áður svo oft í þessari losun, en ég fann fyrir svo mikil samkennd og svo mikil kærleika veist, með þessum einstaklingum sem ég þekkti ekki neitt en út af því að ég vissi hvað ferlið voru í og ég sé að það er svo mikil fegur í sorgin líka sko. Þetta er sorg sem það er að losa út sko. Fattar þau? Og þetta var bara öndun og þetta var bara bankastarfsmenn einn kokkur veist, feimna konan feita konan veist, bara eitthvað svona feimið fólk sem bara kastaði þess að sér sko. Fekk hérna eitthvað svona smá innblikk í þessa losun sko. Geggja sko. Og þetta er það sem ég svona verið að upplifa í einhverjum svona alls konar aðstæðum, bara alls konar fólk er bara öðlast eitthvað líf sem að var ekki til boði. Sko ég held að við eigum eftir að fá Gústa hérna aftur eftir svona ár. Ég held að það væri mjög spennandi því þú ert svona hands-on dude sko að þú ert ekkert eitthvað að fara að stoppa eitthvað á lengi einhverstaðar, ekki einu sinni hann keypti sig bíl ég var bara wow bara eitthvað svona mint condition ekki svona SRT8 já, Cherokee bara eitthvað svona 500 hestur bara eitthvað svona og þetta er svona eitthvað sem ég hefði bara átt bara mjög lengi. Það þurfi, bara svo snákaskinsjakka hann bara seldi hann eftir korter. Svona er þetta stundum því hann er svo mikið á hreyfingu sko. Dellukall. Nei, svona ángríns, heldur að það væri ekki sniðugt að taka þetta samtal aftur Jú, eftir svona ár til að sjá bara hver þú ert sko. Því að hvort sé komin aftur áfangaheimili hvort þú sért í Suður Ameríku eða hvort þú hafðir siglt eitthvað annað. Veist, þetta er endla bara ferðalag sko. Nefnilega.
nefnilega sko og að því það sem ég upplifði svo því við erum að tala um að skjóta rótum og svona það sem ég upplifði svo í svona tengingu þegar að lesa mig og skoða sveppin meira og meira sko að þú veist hann bara rætur það sem við sjáum á borðum og svona bara eitthvað smá ávöxtur sem hann nota til að fjölga sér það bara eins og þú veist það þeirra hérna dick pic skilur það bara tippamyndin þeirra meira þess að suma þeir að vaksa og það svo þróaður, svo truflur sem náttúrulega því ég kokkur skilur, það núna að koma og það neðanjarðar en það þurft að þróa sig og þróa lyktina og bragðið til þess að plata svín til að grafa sig upp og skýta þeim eitthvað annars skilur, þetta svo en þeir eru bara rætur sem eru á endalausu ferðalagi og ég upplifi það þú veist, þetta sem að segja ég var alltaf á hreyfingu, ég upplifi mig þannig sko. Ég upplifi mig ekki beint þú veist, ekki bara í sig eitthvað svona rótlaus og eitthvað, en ég upplifa að ég bara ég með þannig orku að ég þarf þú veist, mér finnst fínt að mæti vinnuna mína dagstæðlega og sinna, þú veist, allt það, mér finnst allt aðeinslegt en ég þarf alltaf að eitthvað svona til að vera lifandi þú veist, svo, já, bara eins og hákallinn þarf að synda til að fá súrefni, skilur, þetta svona ekki ég sé líka mér svo mikið við hákall en ég skilur hvað meina, ég þarf svolítið að vera á hreyfingu, þarf að vera leitandi og bæði andlega og núna líkamlega skilur. Ég sá þetta fyrir mér daginn það er eitthvað sem réttið svona bambusstikk og segir þú þarf að beygja þetta í allar áttur, þú mátt bara ekki brjóta það sko. Það er bara alltaf eitthvað einn hversu langt? Að braka svolítið núna? Já, og svo leggur það frá þér svo verður rétt eitthvað annað sko. Já, það rosa mikið þannig og hérna og ég í alveg opinn fyrir því að þú veist vakna bara við það bara ok, þetta bara rugl en ég bara sé það ekki nei, sagan mun sína já, og ég upplifa það ekki ég upplifa ekki craving eða eitthvað svona verð núna ég upplifi bara svona rosa skrítin umgang við þetta efni sem ég hef ekki haft við neitt annað efni sko. Nei, en þú er líka bara veist, við erum alltaf bara forrituð sko, á þennan hátt við setjum þetta allt einhvern veginn í sama hatt sko. Ég er ekki að segja að ég geri það en svona lungaða samfélaginu setur þetta í sama hatt spöku hvað þetta í galið sko, að setja sko, sveppin í sama hatt með sko, amfetamíni sko, sem by the way er löglegt og stimplað á landlæknisembætti sko, í öðrum tilfellum sko. En þetta er náttúrulega bara galið sko. En finnst þér svona í lokin finnst þér hérna upplýsing fólks vera að aukast, finnst þér fordómar vera að minnka í þessum efnum sko, já, minnst það vera við erum ekkert búin að fara inn í þetta eitthvað svona í þerapeutískum tilgangi, við erum ekkert búin að fara inn í þetta með MDMA eða neitt svoleiðis, við getum líka gert það setna sko, veist. Ég held að sé bara að gerast rosalega hratt núna sko. Já. Hvar heldur við, ok, segjum svo við tölum saman eftir ár, hvar heldur þú með fyrirvarum þú hafið rangt fyrir þér, hvar heldur þú að við verðum? Ekki þú, heldur við svona í samfélaginu. Já. Ég held að hér á landi eftir ár haustþing, bara dæmi ég held að haustþingið næsta haust verður með fyrsta frumvarp lögleiðinga á þessu ég hef enga trú haft á því alla mína en allt í núna hef ég eitthvað svona séðismerki og lögleiðingu á hverju? Lögleiðingu á fíkniefnum og þessum þá sérstaklega með hugvíkandi efnum en við erum þá að tala líka önnur vímuefni heldur þau? Það er alltaf verið blanda stæðin í umræðina það er alltaf verið mín trú er það ekki eitthvað sveifla sem er í gangi núna líka? Jú, en hún er samt bara í einhverju svona en getur við sett þetta í sama partí? Er þetta ekki aðskilið? Frumvarpið í raun? Þetta er að vera saman frumvarp, það er það sem er erfitt í þessu aðskilið, en ég sé fyrir að muni koma frumvarp hugvíkandi efni út af því sem er að gerast hérna. En svo er önnur í rauninni nálgun, það er það, þú í rauninni þarft ekki að vera að hafa áhyggjur af einhverju sko lögleiðingu þannig séð ef að ferli verður þannig að sveppurinn og til dæmis MDMA talaningum LSD eins og vísvegar er leyft í svona í
terapeutísku umhverfi Já, það er það sem ég er að meina, það komi, en það þarf þá er það komið lög þar, fyrir þá er þetta basically orðið löglegt Já. sko. Þannig að er það ekki leiðin Já, það er það sem ég meina, það frumvarp er komið næsta haust hérna, þannig að þetta en opnist þá fyrir í umhverfi í leiddu umhverfi Já, sjálfsög verður það alltaf leift þannig en það leiðir af svo sér smitast það bara í allar áttir. Já, það leiðir af sér en hérna, heldur þetta muni breyta því nú þekki ég sko líkur á sko batalíkur inn í tónsporasamtökum hvað var að fíknivanda á annað sem er ekki, veist, þetta er ekki háa líkur sko Nei. miðað við allavega hvar við vorum Já. heldur þetta sé að fara að breyta ykkur í þessum málum Það myndi gera það ef þessi er þið beitt skilur, ef þessi er þið beitt því maður er þegar farin að sjá þetta sko í þessum hóp sko. Já, og þú er náttúrulega bara að skýrta með það Já, og ég og það sem ég er að sjá að upplifa líka er einmitt fólk þeim megin sem hefur aldrei átt breyk sko, þú veist, aldrei náð neinum árangri og er spólað Já, spólað og er allt í einu bara Já, einmitt sér trén og bara wow Veistu, það er það sem hefur verið rosa lærdómi fyrir mig núna síðan mánuð að sjá það fólk og bara ok, wow, það er ég tek undir það eitthvað merkir að það gerast Já, algjörlega sko maður sér fólk sem er búið að taka sko bara ólýsanlegum breytingum sko. þá ekki bara altså í hug og sál sko heldur í bara líkama sko. bara, þetta er ekki saman maður andliti breytist það bara breytist allt sko og bara líkaminn breytist það verður allt annað Já, ég veit þetta er mjög skrítið að vera vitna þessu Já, þetta er það með allar gömlu upplýsingarna sínar Já þetta er alltaf kontradikta svo margt sem maður hefur svona trúað alveg inn að beini sko. fólk er að losa sig við lyf og svo náttúrulega verkjalyfja bransin eins og hann er ég veist þá að tala um sko SSRI-lyfin Sertral og kvíðalyfin og svefnlyfin og ADHD-lyfin þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu en það verða lyfjafyrirtækin ekki eða þú veist, þau eru löngu búin að synthesist þetta og eru bara að bíða en þau verður ekki lengi að stökkva á þetta þegar það verður síðan sko Já, einmitt en já, það er ótrúlega hlutir sem maður er að sjá gerast og bara ekkert inn í kringu sig þannig að með ykkur loka orð bara takk, það var ótrúlega gaman að koma hérna og bara þú veist, bara be gentle, verið blíð skilur þetta er bara að taka tíma spjall þegar ég byrja sko. Kósi maður Herru Gústi, takk, það var geggjað að fá þig Já, við ætlum að leysa þetta út með gjöfum eftir smá stund, ég er með smá texta sem ég þarf að lesa herru, já meðan ég les, vil ég ekki fá herru, ég vil fá olíu bara Earth ég ætla að byrja hérna á kombucha við áttum ekkert kombucha, ég glemdi að senda inn SMS ég gerði það í dag, þannig að það dettur hérna inn þetta 50% gæðin sko ég er bara að fara að sofa já, ég er með annað fyrir svefnin vinnu sko, ég ætla að fara í það ég ætla að byrja bara kombucha, afgreiða það hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna það má segja að þar hefjist taugakerfið, það má einnig segja að þarmaflóran hýsi ónæmiskerfið þannig að það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka mun betur svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum þetta er ekkert nývísindi sko nei, þvottahúsið elskar kombucha en okkur vantar kombucha ég var mjög sár, þetta er svona sem ég hlakka mest til þetta er mér að kenna herðu, ok sko meðan ég les upp hennin texta hennar þá langar mig að sýna ykkur hennar þetta er CBD paste þetta er 50% þetta er sko, þetta er þannig það bara að sló á mig fyrst ég fekk prófað þetta er bara svona, þetta er ekki svefnlyfið nei þetta er bara svona smá hérna þetta er bara svona skrúið, gentle, be gentle fá eitthvað svona hvað mikið? Svona black tar þetta er bara svo að koma upp í Breiðholt þetta er bara skaf í túbu já, þetta er skaf í túbu þetta er frá Pharmahemp
þetta sko undir tunguna já, bara tunguna maður já. Sko, ef þú hefur einhvern tímann haldið að þú hafir prófað CBD-olju þá er það misskilningur því Pharmahemp og þetta sem gott CBD er að selja Pharmahemp og Legu, ég ætla að leyfa að smakka þessu olju líka ég ætla að leyfa mér að segja að þetta er það eina á markaðnum á Íslandi sem ég veit af að er raunverulega virkað því þetta er heildræn framleiðsla með öllum bara kannabjöðum bara úr plöntun, þetta er frá fræi í glas þetta er Legu, þetta er 20% olja þessi góð og færir bara svona eitt stöld ég vil fá næturoljuna já, þú færir hana líka og ég taka, er þetta já, svona cocktail þetta er ekki naumíkja það er bara more is more við erum ekki í minimalisma hérna nei, ekki þessu sko hefur þú aldrei vaknað á morgun og þú búin að klára alla flöskunar og svefli ekki sofandi, nei, ekki blackout ég fer aldrei í CBD blackout CBD blackout með fáðu þér bara meira, alveg fullan stöð er þetta að vera búið, þú er eiginlega kannski að skrúa tappa niður, já, svona hálfur er fín, já. eða hvað sem það er eða það, einmitt more is less hvort er þetta olja eða vökvi? þetta er olja þetta er gott Wow. það elskar og svo er það þetta stöff sko, ef þú hefur eitthvað haldið að þú hefur sofið vel þá myndu það er næsta nótt að fara þá ertu að fara að sofa mjög vel í kvöld þetta er CBN þetta er líka frá Pharmahemp þetta er semst 5% CBN sem er kannabjöði, 135 kannabjöðum í plöntunni og það er ekki til mikla rannsóknir það en þeir segja að þetta semst hjálpi til við svefn og ég prófaði þetta daginn og ég leggst upp í rúm á kvöldin og ég er slegin í rót og ég vakna með svona blautan kotta og ég slefa í hann já, bara svoleiðis það er bara svoleiðis fáðu ykkur þetta CBN drug þetta er banvæn blanda sem þið er búin að fá ykkur núna nú ætla ég að lesa gott CBD í Urriðahólsstræti 16 þú ætlum Siggi ánægði með okkur núna það eru opið milli 12 og 17 já, nei, þetta er hérna milli frá 10 þetta er opið 10, annars er það vefverslun afsláttarkóðin er þvottahúsið, það gefur 15% afslátt annars er áskriftarleiðin 20% og frí heimsending binding í 3 mánuði, alltaf hægt að bæta við að breyta vörum, þetta er sérst oljur, verkjakrem gott CBD fæst líka í hagkaupsverslunum það er ekkert að nota kóðan þar og apótekum, það er ekkert að nota kóðan þar og í Livju og heilsuhúsinu út allt mitt sko wow. yes sir Bob Urriðahólsstræti 24, þar er að finna mesta úrval af CBD og hampvara á landinu og ekkert white label shit drasl heldur alvöru vara úr heildrænni framleiðslu lífrænt og vottað vörurnar frá gott CBD er miklu meira en bara fancy kassar og gildir límiðar heyr og áfram hampur þetta er gott kombo finnur það ekki? jú, já Gústi, næmi Gústi, hvað segir Gústi? þetta er ferðalega þetta svona enna herruðum, við ætlum að leysa það út með gjöfum já og þetta er sérst 5% CBD olja frá Pharmahemp þetta er bara svona fín, næs byrjandolja það sem hún prófaði síðast þarna? nei, það var strong fyrir lengra komna þú fær stíl næst ég meti stílun líka ég skal setja hann upp í þig já skilur við, við hefum líka eftir að tala um þetta pandót, við höfum eiginlega að gera það næst já, ég glemdi því alveg já, það er mjög spennandi, við getum gert það leið og við förum í stílana en þetta er sem sagt, burðaroljan í þessari er ekki hefðbundin, þetta er sem sagt hemp seed oil sem er burðaroljan sem að gera það verkum að í þessu er líka omega 3, 6 og 9 þetta er virkilega gott stoff megi hampinu vera með þér, þetta er gjöf frá þér eða frá okkur til þín takk annars, já, minna fólk á að subscribe á YouTube og öllum streymisveitum já annars held ég sé bara góður við erum búin að vera í fríi svolítið. já, við erum búin að fríi svo lengi já, en fannst þetta ekki bara að vera ágætt? þetta var bara fínt maður eða ekki? bara einslegt já, ég sá bara mjög smúð, þetta ekki spenntu fyrir næsta viðtal næstu viku? er næstu viku? við ætlum að rústa geðheilbrigðiskerfinu og lyfja er á sundaginn? síkópátunum
Nei, ég held að séu 5. nættu viku. Geggjað. Gústi, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig, All right. geggja gaman. Yes. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.